Varst þú einhvern tíðan í ljósvakamelunum? Til þess að svona áður ég fór að stýra þeim. Já. Varstu eitthvað í útvarpið ekki? Já, ég var svona pislahöfundur, ég var svona gerði einhverja skrýtna hluti, ég var með pisla á Rás 2, ég var með mjög merkilegt hérna á Rás 1, sem voru messugagrýni. Það sem að Ævar var að byrja með Víðsjá, með Hjálmari og Eiríki. Þá var ég með messugagrýni eina svona lönguföstu og fór ég í kirkju og sunnudum og kom með gagnrýni á mánudum sem að Eru messur ekki eitthvað sem eiginlega bannað að gagnrýna það? Ég pældi ekkert í því. Mér finnst gaman að því ég man ekki akkur ég fekk þessa hugmynd. Ég spurði Ævar og hann svaraði bara já strax, ekkert svona já, það við hæfi eða hvernig ætlar að hafa þetta og bara já. Og þá fór maður náttúrulega í kirkjuna og ég fjallaði bygginguna og innréttingarnar og svo var sungið og ég fjallaði tónlistina og svo flutti presturinn ræðu og ég flutti hana sem bókmenntir eða innlegg í umræðinu og mér finnst þetta skemmtilegt sko. Og hvað voru messurnar hún eru náttúrulega vön bókagagnrýni og matargagnrýni og alls konar, en hvað voru messurnar að fá í einhvern hjá þér? Ég gaf þeim ekki svona stjörnur held ég. Nei. En það fengu misjafna dóma og kom manni stundum óvart hvað var merkilegt og hvað ekki merkilegt sko. Mér fannst ég held að ég hafi ekki fjallað eins vel neina predikun eins og í Fíladelfíu söfnunum. Það sem mér fannst það snilldarlega framsett og með mjög ágengt efni. Það var eiginlega að fjalla sjálfan sig. Svona var að vitna í Gamla testamentið og spámennina og hlutverk þess sem að leiða söfnuðin og erfiðleikana við það og þannig mér finnst þetta að vera bara tilvístarlegt meistarverk sko umfjöllunarefnið og svo gerði hann þetta líka með svona það voru svona þessi svo viðlög í þessu og frábærlega framsett sko en ég held að hann sé nú ekki lengur prestur þessi maður, ég held að hann hefði hætt bara fljótlega eftir þetta sem er kannski skiljalegt vegna þess að svona ábyrðin á hlutverki hans var að sliga hann á sviðinu þannig að mér finnst þetta að vera stórkostlegur performance. Já, hún meinar. En svo ég fór í bílskúr við Snorrabraut þar sem var hann Guðmundur heitir hann sem hafði verið afleysingaprestur Seltjarnarnesi og talaði að ef ég man það rétt í minningunni og hvernig var sagt frá því að hann talaði yfir söfnunum á Seltjarnarnesi að líklega myndi meiri hlutin af þessu fólki fara til helvítis og þetta væri fólk sem hefði alveg gleymt sér í einstaklingshyggjunni og veraldlegum gæðum og héldi að væri að dansa í kringu gullkálfin reglulega en hann var látið fara þar og hann stofnaði þá lítinn söfnuð og var með messur í bílskúr ekki á Snorrabrautinni, Snorrabrautinni held ég og það ég var 50 sem var satt og var að hlusta og það voru mæðgin sem áttu miklum erfiðleikum í lífinu og hafðu verið út í annar staðar og það sem maður læri líka þegar maður fer svona á svona marga messur og maður sér að kirkjan eru opin fyrir þeim sem loka fyrir alls þar annar staðar. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja út það, eins og hvaða hópa? Bara fólk sem fittar hvergi inn sko og það kemur og fær opin arm og ég held að Fíladelfíu söfnurinn sérstaklega góður í þessu og þarna voru þarna fór ég að hugsa sko að ég geti þetta eiginlega ekki sko að þetta svona einkanleg reynsla fólksins sem kemur þarna og ég geti eiginlega ekki sko bara ákveði bara að snúa í við og að þetta sé opinbert þegar ég er ekki alveg viss að það sé en þetta var fallega messa hjá honum hann talaði ekki mikið djöfulinn en það var þarna það var ekki reynsróverar í hlaðinu þarna þannig að það þurfti ekki að áminna þetta fólk en hann braut til dæmis bara rúnstykki þannig að þú getur að fara í kirkju og köpa þessu oblótur þú getur bara að tekja broti rúnstykki þú vilt var með rúnstykki fyrir markanum? Já, það var bara
það var líka með Griss, rúnstykkibar og björsbakari. Þannig það var, mér finnst það skemmtilegt, sko. Já, það gaman að pæla í hlutverki kirkjunar á Íslandi árið 2021, sko. Eins og þú segja, þarna sé opið fyrir ákveðna hópar sem finna sér ekki annar staðar og svona, því við erum svona meðal Íslandingurinn en ekki messurækin, sko. Jú, það með meiraðu heldur, sko. Þegar ég var blaðamaður á NT, löngu áður, að þá gerðu við, að því það alltaf verið að segja þetta kirkjurnar er alltaf tómar og svona, og þá gerðu við það að við töldum alla sem voru í kirkju í Reykjavík og skiptu bara liði, og svo, þú veist, við getum kyrt á milli kannski 5, eitthvað slags, þannig að ég man ekki hvað voru mörg í þessu og fóru bara á töldum, þannig að fóruðum hann að sunnudeginum í sjálfbáðinu við að telja fyrir NT hvað voru margir í kirkju og það kom öllum óvart hvað voru margir, sko. Þannig að... Aldrei að sé þannig ennþá í dag? Já, ég hef grunnum það, sko. Að það, þú veist, en hvað eru margir? Ég að segja þessu, fleiri en þú heldur, en það er ekki að vera margir, sko. Það er fólk heldur að séu bara 7, en það eru fleiri og svona... Maður sá þetta náttúrulega kom náttúrulega frétt, þannig að var það ekki á milli jól og nýjórs, eða fyrir jól, þegar kom COVID upp og koma, þegar það voru of margir í Kársvíkurkirkjunni. Og þar ser maður nú bara þegar maður fer framjá þegar það er messa að hún er smekk full alltaf. Það var náttúrulega söfnur sem hefur stekkað hvað mest með öllum pólverjónum og ykkur fleirum úr austrinu sem hafa komið og fyllt hana. Svo náttúrulega eru Fílipseyingarnir, þeir eru margir, þannig að Kársvík söfnurinn núna í dag er að allt annað heldur en var 1980, sko. Ertu að þú talar þessa hópa sem að, sko, því nú þú hefur verið í rosa mörgum hlutverkum í gegnum tíðina og nú ertu náttúrulega fyrst og fyrst kannski svona út á við tengir fólk við sósíalistaflokkin. Finnst þér að í vinnunniðinni þar hafuru fengið innsýn inn í ákveðna hópa íslensks samfélags sem eru ekki endilega kannski upp á borðum fyrir hinn mennilega mann? Maður sér þetta svolítið til dæmis þegar maður fer í kólabortið, maður mætir þar þegar það opnar, þá sér maður fólk sem er að reyna að gera kaup, sko, og jafnvel endurselja sem augljóslega á mjög lítinn pening, sko. Oft útlendingar líka þarna. Já. Sko, áðurinn ég fór í Sósíalistaflokkinn, áður við stofnum hann, að þá gáfum við út fréttatíman sem að fór svolítið kerfislega í því að leita upp þessa hópa og fjalla fátækt, fjalla svona kúaða hópa í samfélaginu og það var bara svona blaðamennskulegri ástæðu, sko. Við verðum að endurspegla það samfélag sem við lifum í. Við getum ekki endurspegla það samfélag sem er eitthvað svona sáttum hjá fjölmiðlunum að sé. Ef þú skoðar, sko, hverjir eru það sem lenda á forsíðunni á laugadögum í fréttablaðinu eða ég held að föstudagsblaðið hefur líka verið orðið svona eitthvað helgar og það var allt svona að ég veit ekki, þú veist, fólk eins og ég og þú, sko, sem að í mestaræði gat logið upp á sig, sko, vélindabakflæðið eitthvað, sko, og barmast fyrir því. Logið upp á sig vélindabakflæðið? Nei, því að fólk vissi að það er að tala um eitthvað sem að var að. Það gat ekki bara að tala um hvað gaman í partíunum. Þannig að fólki sem er í partíunum er búin að fatta það og er byrjað að tala um svona ýmsa hvað sé erfitt í lífinu. Og þetta var veruleiki sem að fjölmiðlarnir voru að endurspegla. Þetta er svolítið cynical approach. Já, ég er bankíslaðinni, en og þá fórum við svolítið kerfisbundi í að finna fólkið, sko, sem að fjölmiðlarnir sjá ekki, stjórnmálin snú ekki að, þú heyrir aldrei röddina og svona umræðin það hvað eigum við að gera í samfélaginu, tekur aldrei miða hagsmunum þeirra, þannig að við fórum svolítið kerfisbundi í það. Sósíalistaflokkurinn er náttúrulega byggður svolítið upp í kringum sambærilega vinnu og þar hefur við verið kerfisbundið að taka viðtöl við leigjendur og fólki í Eflingu sem að byrjaði raunverulega í kosningabaráttu Sólveigar og hélt svo áfram. Við, þegar flokkurinn bauð sig fram í borginni, þá bauð hann raunverulega fram svona þriðjungin sem hefur á vest í Reykjavík. Og raunverulega því að það eru 46 sem að bjóða sig fram, en
það er svolítið stór hópur og sérstaklega þegar voru 16 manns í frambúði og var ljóst að að allir þessi hópur var ekki að fara inn í borgarstjórn þannig að þá ákváðum við að raunverulega láta þennan 46 manna hóp endurspegla 1/3 Reykjavíkur sem hefur að verst og kallar það hin Reykjavík og reyndu bara að finna út úr í hvað er mikið af láglaunafólki inn í þessum hópi, hvað er mikið af öryrkjum, hvað eru mikið af atvinnulausum, hvað er mikið af námsfólki, hvað er mikið af fátæku eftirlaunafólki, hvað er mikið af þessu fólki eru innflytjendur, hvað er mikið af leigjendur og í gegnum söguna sem voru sagðar í gegnum þessa 46 komur öfurlega mynd af hinni Reykjavík sem er svo ótrúlega ólík og að þú fjölmiðlamaður það sem er áhugavert við þetta bara það er svo áhugavert að ef þú horfir bara eitthvað breytir sjónarhólið þínu pínlítið þá færðu bara eitthvað allt annað samfélag heldur en að þú sérði í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins og í fréttablaðinu eða morgunblaðinu allt í einu bara opnast bara önnur veröld. Og það er svona gaman að velta þessu fyrir sér því til dæmis bara eins og í þessum þáttum hér að þá eðli málsins samkvæmt maður náttúrulega er að reyna að búa til tekjur og svona þá byrja maður kannski á að fá þekkt fólk og celeb og síðan einhverja sem eru áhuga að vera sögur. Það hefur ekki áhuga celeb sko. Það hefur ekki áhuga Ég menna þú ættir að sjá við skulum bara rúlla yfir tölurnar hérna hjá mér eftir og sjá það er þannig að bara Ég ætla að spá því að það er celebið skilar engu í þjóður. Þú veist það við skilar litlu áhorfi vegna þess að Jú. Já, fólk hefur ennþá gaman að því að fá bubba sinn og steinda og allt svo leis. Þannig að það reynda að fekk kannski vonandi eitthvað líka eftir í hvernig viðtöl eru tekin en það sem ég kannski að segja, svo hefur maður fært sig að taka viðtöl líka við svona bara hversdagsfólk með sögur. Allt í þetjur. Og síðan, jafnvel, ég hef mikið farið í undirheimana og glæpin og eitthvað svona, en síðan kemur einmitt þessi hópur sem maður velti fyrir sér, fátækt fólk, sko. Hvort að við erum í þessari umræðu það er mikið verið að tala minnihlutahópa og svona réttindabaráttu alls konar. Og þess að maður ætla eitthvað að gera lítið úr þessu, það er mikið búið að tala hörundslit, það er búið að tala kyn og það er búið að tala samkynhneigt fólk, transfólk, en fátækt fólk er ekki hópur sem er mikið verið að fókusa á, sko. Nei, samt miklu meira núna en áður var, sko. Það var eiginlega bara, það var ekki fræðilegum möguleiki að fá manneskju til þess að tala að hún væri fátæk fyrir 30 árum, sko, og ekki valla fyrir 20 árum. Hvað myndur þú skjóta á þetta að vera stór hópur, bara, ef við segjum bara einhver prósent að bara... Hagstofan gerir athugun á því, hversu mörg heimilegi erfiðleikum er ná endum saman, það er 37% heimila, það er þriðjungurinn. Það er þriðjungurinn, já. En þegar maður er að tala þetta, þegar ég er að tala til dæmis réttindabaráttu innan fátæku og svona stjórnmál sem stéttabaráttu og út frá sko hinum fátæku og valdalausu og ósýnilegu og allt þetta, það fæði oft á tilfinningunni að svona fólk sem að tekur þátt í umræðinni, haldi að ég sé að tala kannski svona 5%, en ég er vel að tala það er 37% sem segja að ég er erfiðleikum með að ná endum saman. Og þannig ég held að sé svona og þar fyrir ofan eftir með fólk sem að ég næ endum saman en ég þú veist er í 3 vinnum og ég fórna frístundinu minni til þess að geta gert það og ég fórna samskipti við börnum mín og þú veist þannig ég held að við séum umræðan okkar hvernig samfélagi er rosalega tengd bara svona 15% bestsetta fólkinu sem að upplifir það sem virka þáttakendur í samfélaginu, það sem hlustað á það sem tekið tillitið þess, að það geti komið málum á dagskrá ef það segir eitthvað rétt upp hend að stjórnmálin séu svona að reyna að passa að þú sett svona glaður sjálfur minn, að þú sett ekki óanaður því að ef þú ert óanaður þá náttúrulega verð ég bara feld sem formaður eða feldur sem formaður eitthvað leits. Ég held að þessi hópur sé bara svona 15% max sko. Og þarfyrir neðan er svona hópur sem að kannski hefur það ekki lifir ekki í afkomóta en við getum kannski tekið bara eins og kennara eða hjúkrunarfræðingar sem vinna inn í þessum stóru maskínum en sem hafa ekkert vald með það hvert heilbrigðiskerfið er að fara. Það er ekki byggt á þeim sem að vinna á gólfinu eða í samskipti við sjúklinga eða nemendur. Heldur það allt byggt upp á einhverjum sem að vinna á skrifstofu Landspítalans eða í ráðuneytinu og þar eru línuna lagðar í einhverjum samningum við fjármálaráðuneytið og verður okkar skrýmslótur en þú ert alveg valdalaus í þessu, þóttu eiginlega alveg fyrir mat og kannski getur dreymt að eigna sumarbústað en þú ert alveg valdalaus í lífinu. Mér langar að tala meira um þetta eftir og líka bara þetta með hvort það sé ekki eða hvort það
hvernig nú horfir á samfélög í gegnum tíðina, þá alltaf einhver hópur sem fátækur. En mér langaði að spyrja út í þig, sko, þú veist, það náttúrulega þetta hægri vinstri orðið svolítið úrelt, en þú, það ekki? Nei. Það ekki úrelt? Það var talið úrelt. Ok, en að því þú lest hafa eftir, það svolítið langt síðan, og þá sagðir að þú væri sótsvartur hægri maður. Hefur svona mikið breyst, eða hægt að vera sótsvartur hægri maður og sósíalist? Já, þetta nú af öllu því sem ég hef sagt dagana, og ég hef alltaf þagnað, sko, síðan ég fekk að tala. Og ég hef skrifað alveg ef það væri safnað saman, sko, þá væri það, sko, sér deild í Landsbókasafninu. Já, ég voru skrifað svo mikið. Nú mikið látið ég heyra. Það þessi setting sem það situr eftir. Hún sögð en ég verði að útskýra það hverju hún sögð, sko. Af því hún eiginlega skjön við allt annað sem ég skrifa. Okay. Hún sögð í viðtali við Jón Kaldal það leiti þegar Davíð Oddsson að fara að undirbúa það að setja fjölmiðlalögin á. Ég man ekki alveg hvort þau voru komin, en það voru ég held að þau komið í svona febrúar ef ég man rétt, það getur vel verið með mismunni en hann hélt ræðu í þinginu svona í október, það sem hann eiginlega boðaði þetta. Og þá heyrði maður bara, holy moly, sko, hann ætlar að banna okkur fólki að eiga fjölmiðla. Og einhver leiti snýrist viðtalið þetta. Og það sem ég var það var ég að gagnrýna Sjálfstæðisflokkinn og Davíð Oddsson frá hægri, með því að, sko, þau væri að vinna gegn því sem að þeir töldu vera, sko, frelsi, og þá sé ég, í samverfi við þá ég sótsvartur hægri með það, sko. Þannig að það var, sko, merkingin í þessu. En er ekki hægt, þú veist, að en hins vegar, sko, ef maður að tala gæti ekki verið eitt af því sem kæmi fátækum betur, væri að við myndum skera niður eitthvað hjá ríkinu, því ríkið búið að blása rosalega út. En við getum náttúrulega lækkað skatta á hinna fátæku sem að hægrið setti á. Hægrið lækkaði skatta hjá hinnum ríku, en hækkaði hjá þeir sem eru með lægstu launin. Lágmarkslaun voru skattfrjáls þegar staðgreiðsla var sett á 91 eða 92, ég man ekki alveg hvað en núna staðgreiðslan 351.000, þannig að hvað ekki bara, fólk að borga, ég kann ekki að rekna það í hugan, 60-70 skalli skatt, sko. Og það er bara gjaldið sem að fólk á lægstulaununum að borga fyrir skattalækkun hinna betursettu. Á tímabilinu þá bjögum við til fjármagnstekjuskatt, þannig hann ekki með sama þrep og launaskattur, sem að þýðir bara helmingslækkun á skatta. Það er ekki þrep í fjármagnstekjuskatti, þú borgar bara 20%, en þú getur farið upp í 46 í launaskatti. Það voru lagðir af, eignaskattar voru lagðir af, sem er eiginlega, sko, besta tækið til þess að hindra, sko, ofmikla auðsöfnun örfára af eignaskatta. Þeir voru lagðir af 2005. En eitthvað þarf að borga fyrir þetta, og það var kosið það. Er ekki eitthvað partfræðir sem ennþá bara hægri maður? Það þarf að segja, er ekki eitthvað partfræðir sem ennþá hægri maður? Hvað að vera hægri maður? Já, þú sagðir að hægri og vinstri væri ennþá í gildi. Það að segja að hægri og vinstri fyrir mér bara þetta er á 20. aldarskynningi að þá eru megin átökin í samfélaginu á milli þeirra sem að hafa ekkert að selja nema vinnu sína, sem voru launafólk, og svo hinna sem að eiga auðin og lifa á auðinum. Þetta er fólki sem að lifir á vinnu sinni og þeir sem að lifa á auð. Og megin átökin í samfélaginu á milli þessa. Vinstrið vill byggja upp samfélag sem að byggir út frá hagsmunu þeirra sem almennings. Og að almenningur eigi ríkisvaldið. Hægri menn vilja að allt samfélagi miðist af því að hinnir betursettu hafi það sem allra best, því að þaðan komi allt frumkvæði af þau búið til störfin og guðmáðu þetta hvað ekki, finna upp tæknin og allt svoleiðis. Alveg þó að, sko, sagan okkar segir að, sko, ef við tekjum til eins og Íslandi, hvað höfum við fundið upp eða gert vel, það var til eins og hitaveitan, það er opinber framkvæmd, Landsvirkjun, opinber framkvæmd, og það er eiginlega bara sáralítið sem hún getur tínt til sem að hefur verið gert að viti megin. Þá getur sagt, jú, er ekki Marel, en svo ef þú kannt sögu Marel, að þá var það eiginlega fundið upp á rannsóknarstofnun Háskólans, einhver svona leið til þess að hafa einhverja vikt sem að þyldi velting, ef ég man rétt. Rótin á því, þú þekkir þetta bara eins og saman með iPhone-in, að baksa með þessi hugtök, að þá myndi ég segja, ég sammála því að efsta 1% sérstaklega bara í heiminum bara, það er stóra vandamálið, þau eiga bara allt, en það þýðir ekki að maður get ekki samt verið á sama tíma á þeirri skoðun að það eiga að minnka ríkið.
Skilur hvað er að fara? Já, ég sósíalisti og sósíalismi snýst lýðræði og sósíalismi ekki miðstýring. Nákvæmlega. Já. Þannig ef þú ætti að halda að sko vinstri sé miðstýring og forræðishyggja og hægrið sé frelsi, þá það bara alls ekki þannig. Nei. En þess vegna það er svona ruglast maður stundum í þessum hugtökum. Ég meina... Margir leggja þann skilning í vinstri og hægri. Við erum að tala svona frelsi einstaklisins og við takjum bara eins og kvennabaráttuna. Hvar heldur að hún hafi svona frekar geta hallað sér upp á 2000 hægrið eða vinstri í flokkum? Vinstri, því að hægri að vera á móti í kvennabaráttu. Frelsisbaráttu svartra, allt frelsisbaráttu fatlara, samkynniðra. Þú veist, það er vinstri sem er fyrir frelsi einstaklisins. Hægri þegar þeir eru frelsi einstaklisins það bara frelsi mitt til að græða á þér. Þegar þú segir að vinstri sé fyrir frelsi einstaklisins, við höfum nú líka dæmum að vinstri sé ekki fyrir frelsi einstaklisins. Já, meinar að Stalin hafi verið vinstri maður? Ég held að Stalin hafi verið hægri maður. Ég meina bara íslenskir vinstri menn hafa líka gert hluti þar sem þeir eru að, það er verið að leið og þeir komast til valda þá að vera að fara í framkvæmdir í þeirra kjörtæmum og alls konar hluti sem að... Já, það er bara spilling það er bara spilling. Hún er við getum saman að það spilling spyr ekki af stjórnmálaskoðun. Ef þú ert spiltur, þá er þetta bara spiltur. Og ég meina, það er alls konar skítalið sem hefur farið inn og náð fram inn í sósíalisma og vinstirflokkum. En hvað myndir þú segja eins og bara núna til dæmis í COVID-tímabilinu að þá myndum maður hugsa að eitt af því sem væri, það eru mjög margir konar atvinnuleysisbætur og það er á einhvern nátt búið að þrengja dálítið mikið af bara litlum og milli stórum fyrirtækjum í einkarekstri. Og þá myndum maður hugsa að það er þar sem þarf svolítið að passa upp á að þau lognist ekki bara út af í rönnum. Hvort er það hægrið eða vinstri? Sko, hægrið í dag. Ef við tökum bara eins og Sjálfstæðisflokkin. Sjálfstæðisflokkur fyrir kannski svona 50 árum. Þar voru inni svona alls konar heilsalar, þú veist, voru þar upp alla veggi, reykjandi vindla og segja að þú veist að vilja fá brjóta niður samvinnuhreyfinguna og ríkisafskipti til þess að við fengjum að blómstra því að við myndum breyta samfélaginu öllum til hagsbóta. En núna held ég að séu svona fyrst og fremst 3 heilsölu í Íslandi. Þessi kallar unnu, sko. En þeir fengu ekki, sko, margbreytileika og tækifærið þannig að Sölvi geti stofnað sína heilsölu og eitthvað svona. Það var það ekki þannig. Það var bara fákeppni og einokun. Og ég var nú að skrifa daginn, sko, að meira sem þú takkir, sko, bankakerfið. Þegar ég var þú veist, að komast til vits ára eins og sagt þér, sko, þá voru ég held að það verið, sko, 10 bankar, sko, í Reykjavík, fleiri, sko, með öllum sparisjóður Velstjór og sparisjóður í Reykjavíkur nágrins og svo í Keflavík upp í Mýrasýslu og það var Alþýðubankinn og það var Verslunarbankinn og Búnaðarbankinn og guð með þetta og hvað. Nú er þetta bara einhverju 3. Tryggingafélögin, þau voru óendanlega mörg þegar ég var barn. Núna eru þau bara fyrst og fremst 3 og þannig að þegar að nýfrjálshyggjan vinnur, þegar að þessi hugmynd kemur upp að hægri sé að berjast fyrir frelsi einstaklingsins og sem að gerist er að hægrið raunverulega vinnur framtíðina. Fyrir þann tíma þá vissu allir að framtíðin væri sósíalísk. Við værum að stefna að auknum jöfnuði, auknum réttindum allra. Það væri samfélag þar sem allir hefðu það gott og það væri markmiðið. Þetta er sem að Johnson forseti kallaði The Great Society. Það var draumur eftir stríðsára kynslóðurinnar að byggja upp svona samfélag. En 1980 af hverju hefur ekki tekist að byggja upp svona samfélag? Því að 1980 að þá náði hægrið það var vinstrið bara misti sig við getum farið út í það eftir það bara klíkuvættist og eyðilaðist og fórustan í vinstrinu var ómöguleg þannig að hægrið vann framtíðina og þá var hugmyndin það að framtíðin væri minni ríkisafskipti meira frelsi einstaklis þannig að og þá var sagt við þið sko Sölvi, þú átt ekki að vera að berjast fyrir þínu verkefnisfélagi fyrir bættum kjörum eða eitthvað Pálmi Hagup eða Jói Bónus færa þeir miklu meiri kjör heldur en að sko verkalýðsbaráttan hefur nokkuð með gert og það var sagt að þú þarft ekki að vera pælið í hvað kýst og eitthvað svona því að svo finnur eitthvað upp bara þvottavél eða eitthvað svoleiðis og þá bara þarfst þú að vinna miklu minna og eitthvað svoleiðis þannig að máli var það að við vorum ekki lengur að saman að búa til samfélag sem við vildum búa í heldur var samfélag eitthvað sem kom einhvern veginn út frá markanum og meira og minna gjöf frá hinnum ríku sem myndu sko færa okkur
betri lifistandard og við þurftum öfulega ekki bara inn á pólitík og sem miður þá vann þessi hugmynd, þessi furðulega söguleysa og þetta eiginlega nýfrjálsvíkja tímabilið og hún hrunin og við sittum núna eftir og erum svo að býta hvað við að gera þessu. Ég myndi vera sammálaður þarna að við erum komin á einhverjum endamörkum sjáum það bara, gerist í hruninu 2007-2008-2009 og síðan svolítið það bara búið að halda áfram þegar efnahagskerfi innan gæsala bara rétti við sér efnahagskerfi heimsins að það komin gífuleg skekkja í kapitalisman þegar öll bílafyrirtækin í Bandaríkjunum hrynja og svo fáðu bara ríkispenning til þess að reisa sig við aftur í staðin fyrir að þau fara á hausinn. En þá myndi ég segja á móti að við erum kannski að hafa búið að gera ákveðna tilraun með þessa tegund sem byrjar í Bandaríkjunum og færi síðan víða út. Hún kannski að einhverju leyti, við erum farin að sjá bara hvað það eru mikla gloppur í henni, hún ekki að virka. En að fara þá aftur í afturhvarf til einhvers konar sósíalisma sem hefur heldur aldrei virkað. Hvað sósíalismi? Sósíalismi uppskriftabók? Nei, hún það ekki. Sósíalismi eilíf frelsisbarátta kúu. Og það bara okkar hlutverk að endurfæða sósíalisminu í okkar tíma. Við gætum sagt, fyrsta verkefni bara að skrúa ofan að nýfrjálsvíkinni, skrúa ofan af óréttlátum skattabreitinguðar, skrúa ofan af því hvernig einkafyrirtæki hafa tekið yfir allt atvinnulífið. Ef við förum 1980 þá var stór hluti atvinnulífun í Íslandi í félagslegum rekstri, það voru samvinnufélög og það voru þeir sem voru að byggja í Reykjavík voru mikið samvinnu byggingafélög þar sem að fólk tók sér saman og byggði jafnvel heilu blokkirnar í félagi, þannig að þetta voru ekki alltaf einkarekin hagnaðdrifin fyrirtæki sem voru í atvinnulífinu en síðan hefur líka einkafyrirtæki farið inn í, það var nú Kveikur núna í vikunni sem var að fjalla hvernig einkageirinn búin að fara inn í heilbrigðiskerfið í gegnum sjúkratryggingar og það sem verið að draga stórkostlegan arð 1,5 milljarð, einhverjir 4 læknar út af einhverju ómskoðun á einhverju örstuttu tímabili. Já, en á móti myndi ég þá segja, við höfum dæmi það sem að það sem að vera ákveðnir hlutir færðir að Landspítalanum til þá í einkarekstur og skattgreiðendur hafa verið að fá meira fyrir sinn sjónlag. Ég þekki ekki þessi dæmi. Það er mjög fræg skýrsla sem sjónlag, þeir sem að sjá augasteina aðgerðirnar og leysaraðgerðirnar, það er bara sami kostnaði fyrir ríkið en fleiri aðgerðir. Já, ég þekki þetta ekki, en það var gerð skýrsla hjá bresku ríkisendurskoðuninni, þar sem tóku 670 útvistanir á verkefnum og komust að því að í engu tilfelli þetta hagkvæmara fyrir skattgreiðendur og neytendur, en ég man ekki hvað það var í 80% tilfella þetta dýrara. En ef við myndum spyrja það bara út um allan heim, hvað myndir þú segja væri dæmi bara svona heilbrigðustu samfélögin? Og þau samfélög sem hafa þá heppnast best. Því það búið að vera að gera tilraunir út um allan heim, síðustu segjum 100 ár. Já. Ég myndi segja kannski Skandinavíu nútímans í að einhverju leit. Skandinavíu 1980. Ég tek Ísland út fyrir Skandinavíu því við erum dálítið öðruvís en Skandinavíu. Skandinavíu 1980, myndum við kannski segja. Akkur 1980? Að því að, kannski Skandinavíu 1990, því að það í kjölfarið á bankakreppinu sem kemur þar, að þá til dæmis í Svíþjóð, að þá innleiða þeir mjög hratt ýmiss konar nýfrjálshyggjuleg lausnir í heilbrigðismálum, engavæða þar mikið, þeir setja inn hálfgert voidsjárkerfi í skólakerfinu, þar sem er að reyna að breyta grunnkerfum uppbyggingsrekstrar yfir í fyrirtækjarekstur. Og þetta laskar mjög mjög þessi kerfi. Norðmennin svo heppnir að þeir áttu olíuna, þannig að þeir lentu aldrei í fjárhagslegum vandræðum, þannig að það var þetta þröngu upp á þeim nýfrjálshyggjunni. Ég man að þegar við vorum að ferðast Noreg og fórum svo yfir til Svíþjóðar og ferðumst þar aðeins ég man ekki alveg hvað árið þetta var, 2013 eitthvað, og þegar maður kemur út úr Noregi og kemur inn í Svíþjóð að þá skynjar maður skynjar að þetta samfélag er orðið fyrir áfalli. Þegar þú keyrir inn í smálöndin að þá kemur inn í einhverja furðulega atmosféru. Þú ferð inn í Ómól, við horfum að fara Ómól og sjá fucking Ómól og það er bara svo sorglegt og svo koma kannski einhverjum gamall amerískur bíll og 2 kallar lapp út og hvernig klæða sig og bera sig og þá þetta er bara lifa einhvers staðar algjörlega einangraðir frá samfélaginu, lappinn í einhverja búð sem í hrörnun og
og Svíþjóð hefur orðið fyrir ótrúlegu áfalli sko og því að þú hefur kerfisbundið skilið eftir bara ákveðna hópa, skilið eftir ákveðin landsvæði og með svona nýfrjálshyggjulegri hugmynd að smálöndin sé ekkit, okkur flyttir þetta fólk ekki bara til Gautaborgar, þar það sem að krafturinn eða í Malmö og þá skiljum við þetta bara eftir, þetta svona svipað og við höfum tekið ákvarðinu það að ég meina, Þingeyri ekki alltaf kótifæri þar, hver vil búa á Þingeyri og hvernig flyttir fólki ekki bara á Akureyri eða í bæinn og það bara svona verið að stroka yfir í einhverjum hugmyndum skilvirkni og stærðarhagkvæmni og að það sem að gengur vel peningalega hljóti að vera því rétta og við getum þá bara valtað yfir samfélögin. En hvað með einhvers konar svona milli að maður geti séð það sem búið að vera að nýfrjálshyggjunni og séð hvert hún búin að vera að fara en að sama skapi getur maður séð það samt ekki lausn að sturta bara meiri peningum í Landspítalann vegna þess að það bara rosaleg skekkja í rekstri geiranum sem við þekkjum í fjölmiðlunum eins og RÚV ég meina það má alveg færa mjög góð rök fyrir því að það væri hægt að nota þessa milljarða sem fær í RÚV á betri hátt það er ekki alltaf lausn að ríkið fái bara meiri pening til að gera hlutina. Segjum 1980 þá voru við kannski í vanda að opinberar stofnanir voru ekki að skila því sama og við heldum þeir alltaf að gera. Við voru kannski með eins og Tryggingastofnun og ég meina að þú tala við viðskiptavenn Tryggingastofnuna þá bara þeir bara meira og minna hata stofnununa af því að hún svo anstíkileg og ég aðfylgði þetta sko starfsfólki sem þú hittir sé gott og fólk átt að segja að þetta er gott fólk að þá upplifir fólkið að sko stofnunin gegn mér, þetta er stofnunin sem á að tryggja framfærslu aldraðra og öryrkja en aldraðra og öryrkjar upplifir þetta sem sko fjandsamlega stofnun og ég veit ekki hversu langt þetta var komið 1980 en við þekkjum dæmi að stofnanir félög og fleira, þetta er vandamál í verkefnis hreyfingunni félög sem eru stofnuð til þess að geta hagsmuni félagsmanna af miklum eldmóð og krafti, eiga eitthvað 30 ára gott tímabil og svo einhvern veginn klíkuðvæðist þetta og smátt byrjar þetta að þjóna fólkinu sem er á skrifstofunni og allt í einu upplifa félagarnir að þeir séu næstu ekki svona velkomnir og það skiptir ekki máli hvað þeir segja því að fólki á skrifstofunni þykist vita allt betur og bla 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 bla. Þannig að við þekkjum þetta og við þekkjum þetta líka í fyrirtæki geta dáið út af eitthvað svona stórkostleg fyrirtæki sem urðu til út af einhverju var mjög áhugaverð heimildamynd á RÚV Rolling Stone, tímaritið mæli með henni sem að sýndi þú hvernig svona stofnanir geta hörnað þannig að þetta er í öllum mannfélaginu við erum 1980 og stofnanir okkar sem við byggðum saman Landspítalinn almannatryggingar, grunnskólakerfið okkar barnakennslan, leikskólarnir þetta öll stórkostlegustu verðmæti með hitavitan líka og rafmagnsvitan og allt í einu þetta ekki byrjað þjón okkur eins mikið og áður var hver er lausnin? Ættum við ekki að hugsa hvernig getum við gert stofnanir okkar betri? Nei, heyrðu, við skulum bara leggja það niður og láta enga aðeilum þetta er bara absúrt ákvörðun. Já, eða, þú veist ég ætla ekki að segja leggja það niður en stundum þyrfti kannski bara að íta á reset og bara starta stofnunum og svolítið upp og nýtt. Algjörlega. Það er mest við sósíalistar, eða allavega ekki ég sem sósíalisti, ég gengi ekki í þá gildru hægrimanna að fara að verja báknið. Sko, þetta er tricks að hægrimanna að þeir byggja allt saman upp. Meir og minna eru þótt að kannski að almannatryggingar hafa verið byggðar upp á kröfu vinstrimanna og sé bara arfur af sósíalískri verkalýðsbaráttu síðustu aldar að þá smátt og smátt eignast hægri menn stofnunar og meir og minna er þetta hægra fólk sem að vinnur þarna að ef þú varst bara eilítið vinstri sinnar þá máttur ekki einu svona vera yfirkennari sko. Þú máttur ekki bara koma nálægt neinum þannig að meir og minna máttur ekki vera yfirkennari það var í Reykjavík eða bara það var hverfisfélög sjálfstæðismanna bara njósnuðum fólk og ef eitthvað var grunar að lesa Þjóðviljan í myrkri og kvöldin að þá bara fekk hann enga framgang í starfi. Það er svona mikið inn upp í sjálfstæðisflokkin. Ég meina akkur var Solzhenitsyn inn upp í kommunistaflokk Sovétríkjanna. Við lifum bara í samfélagi sem að sjálfstæðisflokkurinn sem klíka hefur drottnað yfir og eyðilagt. En og það er bara hugmyndalegt mál. Þetta er ekkert, mér er ekkert í nöp við sjálfstæðismenn, sko. Nei. Þessi personur.
En mér langaði aðeins Þú truflaði mig, en ég ætla að segja að ég ætla ekki að gangi þessa gildru, því að hægri menn eiga þetta, þessi kerfi, meiri hlutin að vanda landsspítalans í dag arfa vitlaus stefna í heilbrigðismálum síðustu svona 30 árin. Og svo verið að gagnrýna Landspítalann eða heilbrigðiskerfið og þá hættir vinstrimönnum alltaf að fara í vörn fyrir kerfið, fyrir grunnskólakerfið og eitthvað fleira. Sem fyrir vörn fyrir hægrakerfið, en hægrimennir sem eiga sök á allri bommertu, þeir séu alltaf bara bákni burt og eins og þetta komið þeim bara ekkert við og þeir séu mennindir sem að myndu mögulega að fara að breyta þessu kerfum sem ekki þannig. Þeir alltaf bara skaðað ennþá meira og henda svo peningunum til vina sinna sko. Mér langar að færa maður í fjölmiðluna af því við erum að tala við tala aðeins um RÚV og svona rekstur fjölmiðl á Ísland og talandi bara fjölmiðla, hann hefur nú yfirleitt í mjög langan tíma núna verið erfiður þegar þú varst að byrja í fjölmiðlum, var þá rekstrarumhverfið betra? Já, það voru örfá fyrirtæki sem að gátu sloppið og það var náttúrulega fyrst og smokkin í blöðum blaðaútgáfa eins og hún var svona á blómatímanum á Íslandi kannski svona upp úr kringu 1970 og þar eftir kannski til 2000 já, einhverjulegs þar sem að blöðin verða svona farvegur fyrir uppbygging og neyslumarkaði þar sem að þetta í kjölfarið á svona babyboomerum, þar sem að stór hluti að fólki að fara út úr verkalýðsstétt upp í svona millistétt, þar sem að kaupmáttur mikið að aukast, svona 1970 í Íslandi þá að verða til bara úrval og útsýn svona við sem ólust upp í mokkanum, sko bara munast með heilsu auglýsingunum, að þú getur skoða mokkan 1950 og 60, þá eitthvað svona auglýsingar, þá ekki þessar stóru auglýsingar frá einhverju fyrirtæki sem að reyna að stýra neyslu almennings. Það ekki fyrir svona 1970 sem sér það og ég held að sé ekki tilviljun að Jónasi og Sveini tókst að stofna DFF 74. Ég held að það hefði aldrei tekið 64 vegna þess að þessi markaður ekki komin. En þessi markaður svona ný tegund auglýsingamarkaði. Já, sem að og líka gullalda tímabil svona millistéttarblaðana kannski rástað fyrir því að þessi blöð eru ennþá stór og mikil í Indland í dag það sem svo rosalegt uppstreymi upp í millistéttina að ef þú ert bara 18. kynslóðar verkamaður og ert allt í einu komin í millistétt og þá kaupuður bara svona manuel, hvernig á ég hegða með þessi millistéttamanneskja og það svona blað eins og mokkin sko. Hún segir bara hvað smekk þú átt að hafa, hvað þú átt að lesa, hver merkilegur, nei það þetta er bara eins og manuel á vélina og ég held að þessu ennþá í Indlandi blöð sem í 20 milljónum eintaka sko. Þetta eiginlega síðasti svona blaðamarkaðurinn sem en þetta með að byrja með fréttablað, þetta var náttúrulega alveg glæný útfærsla að vera með fríblað Já, en þetta byggir samt svolítið, þetta er kannski svona sama sagan, þetta er á hinum endanum að það sem að gerist við þetta og á öllum svæðum þess að blöð kom út þá verður einn sem að vinnur, þetta er svona the winner takes it all og ástæðan er svo að kannski upp að við erum 2 blöð að keppa og annar blað hefur svona ívið forskott, erum við fleiri lesendur eða fleiri lesendur sem eiga meiri pening eða eitthvað, stundum getur blað unnið sem með færri lesendur en hann bara fer betur inn í hann eða þú myndir telja kaupmáttinn, en þá er það fyrir ofan og það leiðir til þess að segja maður við sem í samkeppni Húsasmiðjan og Bíkó og ef að ég auglýsi og laka blaðinu með minni dreifingu en þú hinu, þá er ég kerfisbundið að minnka markaðshlutdeild mína bara hægt og bítandi, þannig að við verðum báður auglýsa hér og það leiðir til þess að það verður bara svona og þú sér bara Washington Post á Washington borg bara eins og hún leggur sig New York Times New York og Aftenposten Oslo og Berlinski á Kaupmannahöfn og Mokkin átti Reykjavík og úr þessu verður svona bara spírall upp á við og út úr þessu verður ótrúleg efnaðsleg stórveldi sem að ráða við það að vera viðskiptalegt módel sem að getur sett svona almanna þjónustu ofan á toppinn og getur veitt almanna þjónustu þegar það er svo mikið pening sko.
og það ekki tilviljun til dæmis að svona rannsóknarblaðamennska byrjar í Washington Post. Washington Post bara það blað sem á sitt svæði mest, því að þeir eiga ekki bara blaðið, þeir eiga vikublöðin og fríblöðin og þeir eiga hverfisblöðin og þeir eiga bara Washington og ótrúlegt fjárhagslegt stórveldi. Og út úr þessu verður til svona blaðamennskan sem að ég byrja að vinna í og að sumir halda ofta sé blaðamennskan bara, en hún er raunverulega svona sögulega tímabundið fyrirbrigði. Hún verður til út af þessu og svo deyr hún þegar þessar vélar koma niður. Og að því spurðum fréttablaðið, þegar var verið undirbúið fréttablaðið, að þá reyndi maður náttúrulega að greina tekjur Morgunblaðsins sem að drottnaði yfir öllu og fyrir mig sem hafi verið svona jaðarblaðamaður, byrjaði á NT og DFF og Helgapóstinum og svo pressunni og svona alltaf í jaðrinum, að hún náttúrulega Morgunblaðið bara óþolandi fyrirbrigði, sko. Þú veist, það bara sat á miðjunni, sogaði til sín bara eiginlega allan auglýsingamarkaðinn og gerði ekki neitt, sko. Gerði bara ekki neitt, sagði ekkert annað en bara það sem allir vissu og var bara hundleiðilegt blað. Og mér fannst þau bara ekki, þú veist, ég meina við vorum kannski á svona litlu skellinöðrum að reyna að þenja þeir og bora þeir út og fá sem mest út úr þessu og mesta kraftin. Þá sátu þeir bara á Harley Davidson mótorhjólinu sínu og keyrðu það bara okkur 5 km hraða, voru bara leiðilegir. Ok, þannig að maður var að reyna að greina þetta og það voru 65% af tekjum okkans eru af auglýsingatekjur. Og þú veist, það halda allir sigur regin munur á áskriftablaði og þessum blöðum úr gullaldartíma, það það ekki. Þetta eru kúlur sem að liggja ofan á auglýsingamarkaði. Þannig að ef okkur tækist að fóta okkur inn á auglýsingamarkaðnum með því að fara í hvert hús, Moggi fór í annað hvert hús, og ef þú ferð í hvert hús, þá það óhjákvæmilegt að á endanum þá tökum við auglýsingamarkaðin. Ef við getum lifað af, ef við deyjum ekki að því að svo mikil kostnar við þetta á leiðinni, eða að við lendum í einhverju svona að kolkrabbinn bara neitar að auglýsa hjá okkur eða tekst að gera eigendurnar okkar gjaldþrota eins og var gert við Svein. Hvernig var þá uppafið, eins og segir, dýrt? Já. Þá þarf væntanlega, hverjir koma, Þetta var sko... Ég veit ekki alveg hvað en að því að mikið viðtalið, þá ætla ég að fá að segja það að ég var að vinna, kom aftur að vinna á DFF, ég man ekki hvað ára var, 96 eitthvað, 97 og bjó til Fókus, sem var mjög skemmtilegt. Það var þannig að þá var Eyjólfur komin heim, sonur Sveins frá Ameríku og var tekin yfir sem svona framkvæmdastjóri eða forstjóri eitthvað, ég man ekki hvað hann kallaði sig. Og vildi gera eitthvað nýtt og ferskt og eitthvað svona. Þannig að hann var eitthvað að ræsa svona gömlu vélina sem hafði svona bara settlað svolítið í kringum Svein og Jónas. Og ein hugmyndi var svo að búa til svona fjörlegan föstudagskálf. Og ég var kallaði svona bara í spjall, hvort ég vildi tala við þá þetta. Og ég skoðaði eitthvað svona hugmyndinar og sagði eitthvað svona bara hvað mér fannst. Og svo bara var ég ekki komin heim sko þegar að Eyjólfur hringdi og bauð mér að taka yfir. Þannig að hann heyrði allt innu bara eitthvað svona og ég sagði hann úlingablað, veistu hvað ég gammal, ég 36 ára gammal sko. Ég ekki bara að gefa út úlingablað og hann sagði bara, já, þú bara startar þessu og getur ekki blað, þannig að ég fór hann inn og bjóð til úlingablað sem ég held að hafi verið mjög skemmtilegt blað sko. Fókus, ég man eftir þessu. Já, ég var og við gerðum ég veit ekki hvað að fara langt aftur en við getum rætt svona hvernig svona blaðamennska þróast þessum árum frá pressunni yfir í Fókus og Fókus var svona hluti af og þá ég að tala svona blaðamennsku það hvernig þú birtir efni þú veist, hvað svona upphæðagreininni og hvernig lesandi fyrir gegnum blaðið, það var bara óendalega tilraunir í gangi í Fókus í sambandi við það, en að því ég var svo gamall sko, þá fekk ég Mikael Torfason og Inga Lind var að vinna hana og réð bara yngra fólk og sagði við að ég bara svo gamall að ég eins og antisportisti að fara að vinna á sportblaði þannig þið verið bara að teikna fyrir mig landakort hvernig er ungt fólk í dag og þú veist, hvað heitir þetta sko verðum við með nakka, hvað nakki hvað já hvað svona nördarnir og hver staða svona í þau, þú veist, og þá við teiknuðu bara landakort af þessu hvernig það var og þetta svipað, við vorum að tala áðan í sambandi við fréttatíman að þú kemur inn, þá verður einhvern veginn að ákveða það, þú veist, hvaða heim ég að fara að endurspegla og
og svo fórum við bara systematískt í þetta og fjöllum bara heim unga fólksins sem að hinir voru ekkert að gera. Þeir voru ekkert að rannsaka það hvernig unga fólki var raunverulega og hvernig svona kreðsuna voru þar í og hvað allar stjörnuna voru, þannig að við bara vorum að ausa upp úlingastjörnum sem að hinn blöðum bara hefði ekki hugmyndum að vera til sko. Og stóra afrek ef þetta ekki svona maður nefndur, má maður ekki vera með svona kallakropp. Stóra afrek Fókus var að í einni mælingunni að það var Fókus með meiri lestur á föstudögum heldur föstudags DFF. Samkvæmt þeirri mælingu þá var eitthvað fólk sem að keypti DFF og hendi DFF utan af. Þannig það var skemmtilegt. En svo dugði þetta náttúrulega ekki nema svona í 1 ár, af því ég var svo gamall, 36, og Mikki tók við og þá var ég settur í það átti að vera með eitthvað svona hugmyndur hvort það var að breyta Helgablaðinu og það gekk ekki sko. Þá lærði ég það er rosalega flókið og erfitt að breyta gömlum maskinum sko. Og kannski því að ég veit að þú vilt tala um Stöð 2 og NFS og allt það er svona líka dæmi það hvað er rosalega erfitt að breyta gömlum maskinum. Þannig að ég áttaði mig á því að þetta var allt of flókið sko, þetta var eitthvað ég held að Össur var þarna fyrst og Óli Björn og það var eitthvað svona óskiljanlegt hvert var í hlutverk þessara ritstjóra og svo var einhver sem átti svona sín höfuból þarna inn í þessu og ég heyrði fljótlega að svona mínar hugmyndur hvernig var þetta að breyta Helgablaðinu og ná svona meiri árangri með það var ekki að hlusta á þetta þannig að ég fór heim en skildi eftir mig útreikning af því ég hafði lesið útgáfu Metro í Stokkólmi það sem hefði blað gefið út og dreift á lestastöðum og hafði náð 36% lestri minni mig og það dugði þeim til að lifa af auglýsingamarkaði og það er ekki lestastöður í Reykjavík þannig að ég reiknaði út sko hvaða myndi ef við myndum bera út í hvert öll hús og þá þyrftum við að ná svona 55% lestri til þess að geta náð kostnaðinum upp. Okay. Og ég sendi þessa, síndi held ég Jónas þetta og hann sagði mér sendi þetta á Svein og ég sendi þetta til hans og svo fór ég bara heim. Svo líða bara árin, ég man ekki hvað það var, 2 árið eitthvað og þá hefur Jónas samband við mig og spyr hvort ég vilji hitta sig og þá eru þeir að undirbúa fríblað sem á að byrja í hvert hús. Þannig að fréttablaðið byrjaði þannig? Já, ég veit ekki hvort að kannski bara hendi Sveinn þessari hugmynd og fekk sambærlega ég veit ekki það. En ég man að það voru, við vorum eitthvað að pæla í þessu á þessum tíma, ég held ég að við fengið hann minni það að ég hafi borið undir til dæmis hann Tóta sem sonur Stebba Friðfinns sem svona tölvukall í dag og þannig að ég man að þetta var ekki sko bara svona servíett útreikningur, þetta var tölvert lagt á sig til þess að reikna þetta. En Jónas vildi ekki fá mig til þess að ritstýra þessu eða sjá þetta heldur hann vildi náttúrulega hanna útlitið. Því að svona, það er önnur saga að ég hafði fært mig svolítið yfir í umbrott og gat brotið og læriði náttúrulega þar í frábæru skóla Jóns Óskars að brotum. Þótt að hans í listamaður en ég var bara svona fljótur á byssunni og hann byrjuði með hann á útlitið þannig ég byrjaði að gera það og svo bara hægt og bítandi þá þróast þetta út í það að ég gerður að eitthvað sem heitir fulltrú eigenda og held svolítið utan verkefnið ég held að ég hefði ráðið alla sem að voru að vinna þarna og svona, þannig ég var svona ég veit ekki hvert hlutakipinn var ég var svona notórius sko, það mátti ekki kalla mig framkvæmdastjóra og ég mátti ekki vera eitthvað sko þannig ég var svona eitthvað svona maður með bak við þetta ég er bara allir, fólk er bara, þau eru alltaf verið hálfrætt við mig sko, alltaf ég sé svo Akkur það? Ég veit ekki, það er ég veit ekki Svo byrjaði fréttablaðið Já, svo byrjaði fréttablaðið Hvað tók langan tíma að ná þessum markmiðum sem þið settu ykkur í byrjun? Já, það byrjar sem sagt og þá er það í eigu sem sagt DFF-mannana sem að voru þá að selja helmingin held ég fyrst af DFF til einhverja vildarvinna Davíðs Oddssonar og Sjálfstæðisflokknum sem ætluðu að taka og sem að var umverulega svona loka hnykkurinn í því að þeim hafði tekist að ná svolítið undir sig fjölmiðlamarkaðnum. Þegar Davíð kosið 1991
þá eru flokksblöðin ennþá til, þá Styrmir í stjórnarandstöðu við hann, hafði stutt Þorstein og var bara í stjórnarandstöðu árinu eftir við Davíð Oddsson. Þá var fréttastofa útvarpsins þá til sem alltaf var svona svolítið svona, það var alltaf ekki undir hælnum á hægrinu, fréttastofa sjónvarpsins var það alltaf svolítið. Jón Ólafsson var svona eitthvað stærra dingli í kringum sko alþýðuflokkin Samfylkingun eitthvað stærra þar og þannig að Davíð Oddsson upplifði það að allt fjölmenni umhverfi verið bara mótorna sko, hann var bara eins og Trump sko, hann upplifði það og hann bara fer í vinnu og bara vinnur hægt og bítandi og smátt þá grafið undan sko flokksblónum það einhvern veginn að ríki megi ekki kaupa auglýsingar þar og áskrift og allt í einu bara rekstrargrundvöllur farin undan flokksblónum og þeir fari í einhverja furðulega tilraunir að búa til dag og eitthvað þannig að það fjarar út. Þeir byrja að koma sínu fólki inn í ríkisútvarpið eða frá 1991 af allir útvarpsstjórar farið þar inn með samþykki Sjálfstæðisflokksins. Þorgerður Katrín var eins og dagskrárstjóri á Rás 2. Hannes Hólmsteinn sagði mér að það reykti sér að því einhvern veginn aldamótin að það hefði aldrei verið ráðinn maður inn á ríkisútvarpið á þess að hann hefði blessað það. Á maður að trúa þessu? Já, ég trúi þessu. Akkurat Gísli Martin hafi allt í einu poppað upp og þú veist, ég ekki að segja að Gísli Martin frábær fjölmiðlamaður en það bara fór enginn hann inn að þeir alltaf ekki lendi í því að þarna væri einhverju kommunistar og ef þú færir yfir mannaráðningar ríkisútvarpsins svona frá 1995 til ársins í dag, þá það bara þannig, það engin kommunisti fyrir ráðum þú veist Þeir reyna að hugsa núna sko. Nei, bara engin kommunisti fyrir ráðum engin ráðist, engin En í útvarpið? Nei, það nefnilega, svo eitt triksið var að sameina fréttastofu útvarpsins sem alltaf var pínlítið til vinstri. Já, hún var nefnilega, það var vinstrislags í henni. Já, nei, það var bara normal. Þetta bara... Nei, það var vinstrislags í fréttastofu útvarpsins. Nei, þú þarft að vera að horfa á þetta út á glugganum á Vala til að sjá það. Nei, það ekki rétt. Ég allavega svolítið til vinstri, þannig mér upplýði hana sem bara... Og ég var í fjölmiðlum svo tíma, mér fannst þú vera bara establishment fréttastofa sko. Já, mjög góði fréttamenn sko. Já, fíntu þegar ég var svona að byrja Atli Rúnar og svona var þetta svona stórkostlu fréttamann sem fór svo bara yfir ykkur PR-mennsku, hann var stórkostlu fréttamann og dugnaðurinn í honum og seglan og hvernig hann var til dæmis bara öll kvöld á okkur undalugum fundum og gætt búið til, hann náði að sko spegla lífið í samfélaginu eins og það var, ekki bara hvernig það kemur til okkar frá upplýsingafulltrúum og fréttatilkynningum. En með því að sameina fréttastofu sjónvarpsútvarps að það náði svolítið hægrið yfirtökunum á sameiginlegri fréttastofu. Og voru þið að segja að þeir hafi þá líka verið að reyna að ná fréttablaðinu? Þeir voru búin að ná DFF og svo byrja þeir að gefa út fréttablaðið Sveinn og ég var í kringum þetta og svona, þegar það er svona smá byrjað og þá alls konar svona hugmyndur að við mögum ekki fara í smáauglýsingar til þess að skaða þá, við mögum ekki gera þetta og eitthvað svona rosalega kvaðir sem að fylgja sem ég veit ekki hvort það var svona afrakstur af einhverjum svona fundum en svo eftir svona 3-4 mánuði þá allt í einu bara heyri ég það að það bara loka dyrum allstaðar í Reykjavík fyrir Sveini og Eyjólfi þessum bakhjörlum blaðsins og ég bara finn það að þeir eru bara komin í ónáð ég ætlaði að bóka herbergi á Hótel Sögu þar sem við getum hitt fasteignasala og kynnt svona áhuga okkar að fara út í fasteignauglýsingar og það var bara hvað, mér átti ekki ég bara vildi ekki bóka herbergi sko. Við vorum ég fóru alltaf að stofna reikning, vantaði svona annan reikning í búnaðarbankunum og svo, vildi ekki bara fara eitthvað annað vinnur og það bara upplýði að það væri, þeir voru bara komin í ónáð og svo fer það út í það að þeir get ekki staðið við neitt og af því að ég var að vinna svolítið með Sveini, hafði ráðið þeir alla og upplýði það svolítið að fólk, ef ég ræð þig að þá það ég að ráða þig sko en ég náttúrulega að gera það upp á lofur sem ég hef á baku mig og svo þegar það svíkur þá náttúrulega uppgöta ég að þú veist þetta bara ég ætla ekki að ljúga fyrir því sko ég bara, þú verður bara að taka þetta yfir ég bara neim og svo bara eftir það þá bara og það ekki ástæðan fyrir því ég bara fer heim og þá konar þetta niður og hættir að koma út og þá er ég bara heima og svo kemur Eyjólfur til mín og spyr hvort ég væri til að reyna að endur þessa fréttablaðið
Já, þannig að maður er fljótur að gleyma, það koðnaði niður á tíma. Já, það var bara eftir svona ár. Já. Þá vorum við búin að ná eiginlega svona markmiðum okkar í auglýsingasölu. Okay. Og þetta var ógeðslega sorglegt, sko, ef þetta ætti að enda þetta, sko. Því að við vorum búin að ná eiginlega markmiðum. Við áttum bara eftir að, landa. Og allt þetta fólk sem hafði lagt þetta svo mikið á sig, þess að ég veit ekki hvort munið hvernig það var, sko, því að fréttablaðið var svolítið öðruvísi blað, það var allt í svona stuttu fréttum, það var lengsta frétti var 20 talsættumundrar og það var bara kenningi var svo, við ætlum bara að gefa fólki þess að hann lesi í blöðunum á fyrstu 7 mínútum. Ef þú vilt lesa eitthvað meira, þá keyptu bara mokkan eða eitthvað. Ef þú vilt fara að lesa eitthvað. Þannig við ætlum að ná svo flestum á henni almennu notkun. Og það mátti ekki vera, það mátti bara vera einsíða í íþróttum. Akkur ekki. Af því að þeir sem eru 70% sem hafa engan á íþróttum, ef þeir þurfa að fletti við 2, þá eru kominir á svo hratt flett að við náum ekki að stoppa það. Þannig að þetta var alveg bara, þetta var mjög útpælt blað. En þetta var ekki anda þess sem að sko blaðamennum var kennt að væri eftir svona vert. Þá þótt að vera eftir svona vert að skrifa opnugrein í lesbókina eða eitthvað. Þess sem að viniðinni klappaði öxlinni á kaffibarnum og hvað þetta var snjallt hjá þér. En við vorum alltaf að reyna að fá fólki til þess að skrifa, eins og blaðið þurfti og lesendurnir og svona stóri massina lesendurnir þurfti að geta bara sest við kaffibótan, rent yfir, fengi hvað var að gerast í heiminum í dag, hvað verður að vera í dag, var í gær segi, og hvað verður að vera í dag, that's it. Þetta er það sem að fréttablaðar vera. Og það var kultúrist mjög erfitt, en fólk hafði gengið gegnum þetta og við vorum alltaf að reyna samfara okkur að við varum að gera rétt og þetta tilraun mokkans við að svara samkenni við ríkisútvarp við sjónvarp og slíka samkenni með því að bara lengja greininnar og gera eitthvað sem að sjónvarpi getur ekki gert hefði verið röng, þess að við ættum að gera blaðið getur vel gert það sem að sjónvarpi getur gert að gefa snöggt yfirlit við fréttir dagsins og er eiginlega best fyrir því, það geta allir skannað blað, er rosalega þú veit bara 5 ára, þú eru eiginlega radarum í blaðið og ert fljótur að finna hvað þú vilt og það var svo sorglegt að allt sem þetta fólk hefði lagt á sig, að þetta bara endi í tapi þegar við vorum raunverulega búin að vinna og þá kom Sveinn til mín og spurði hvort að ég væri til í að reyna að endurreisa og þá hefur hann upplifað það að hann hafði ekki traust hvorki fólksins nýja fólks út í bæ til þess að geta gert það regnaði ég með þannig ég fer í gang og Ragnar Tómasson lögmaður og við ferðum svona bæinn að reyna aðtóka hvort að fólk væri til að koma að inn og við erum samfærður að það vantar eiginlega bara herslumuninn og við förum svona og þetta var ótrúlega áhugaverð reisa íslenskt samfélag sko. Ég man sérstaklega eftir einu þar sem hittur svona mann sem var svona fjárhagslega stöndugur, svolítið svona sjálfstæður. Hann hlustar svona á okkur og þetta er allt ótrúlega skemmtilegt og ég fylgst með þessu og ég var sannarlega ykkur gangið þetta en það er ekki þannig að ég sé mér vanti ofsónir inn í mitt líf. Mér vanti? Ofsónir inn í mitt líf. Já. Þannig hann vissi nákvæmlega sko að þeir sem að myndu endurreisa fréttablaðið, þeir bara fengi á sig ofsóknir. Ok. Þetta, ertu þarna að lýsa því svolítið að þarna strax í blábyrjuninni sé að myndast það sem síðar varða þessi rosalega tókstyrit á milli Jóns Ásgeirs og Davíðs Oddssonar? Já, það er bara hann snert eitthvað sem mátti ekki snerta, Jón. Að því Jón Ásgeir kemur síðan ekkit inn í þetta fyrir en hvað löngu sinni? Það kemur, það svo kemur næsti hluti sögunar, að ég hafði alltaf mikinn áhuga á blaðasögu og náttúrulega bara þú veist á tímabili þá fannst mér sko ekkit fallegra og ekki betri lykt en að bara svona atmosfæra heldur en að vera inn í prent húsi þegar vélin er að fara í gang þegar maður finnur lyktin af prentsmiðinu og það titrar aðeins og svo blöðin fara og þú veist þannig að ég var náttúrulega ég er blaðamaður sko Þannig ég vissi það að þegar Morgunblaðið lenti í vandræðum á 3. áratugnum þá fóru eigendurnir þá til kaupmannanna í Reykjavík og bentuðum á að þeir eru sameiginlega hagsmuni því að við eigendurnir um hagsmunir á blaði lífi og þið þurfum við að halda sko samskipta tengslum ykkar við almenning því að þetta er bara ykkar hraðbraut og kaupmennundir sáu það og hentu peningum í mokkan til þess að vera þetta ekki myndi lífa. Þannig að þá var hugmyndunum að fara bara til kaupmennunni í Reykjavík og það var Jón Ásgeir og Raggi þekktan sko, Raggi Tóm
og við fórum þangað og Raggi hefur lýst þessu sem ótrúlega fyndum fundi sko. Að við hittust og við tölum báðir í einu og eftir svona tæpa 2 mínútur þá var það bara saman Það var svoleiðis. Já, ég meina þetta var hvað aftur að skilja hann eftir bara með mokkan sem myndi bara hækka auglýsingaverðið og skrúa af honum og hefði bara rör í veskið á kaupmanninum í Reykjavík til þess að sjúga það upp, auðvitað. Hvernig eigandi? Svo var málið það að þegar þetta var lagt af stað, ég held að hefði verið byrjað í júlí, þannig að það er rekið í hálft ár eftir endurist, það ár er rekið með hagnaði. Þannig að það sem ég var að lýsa áðan sem hefði verið svo sorglegt ef þetta hefði gefist upp að það var alveg rétt sko, að við vorum búin að vinna þetta og svo eftir þetta þá bara að þá tökum við, þá reyndi sko spásögnin vera rétt, ef við myndum bera út í hvert hús þá myndum við bara taka auglýsingamarkaðinn og fyrst myndum við taka þá náttúrulega sem upplýðu sig kúaða á mokkanum eins og áttu við Jón Ásgeir og hans fyrirtæki og síðan kæmu þeir sem að væri svona sama en svo sætu kannski einhver eftir og heldu að vera eitthvað fínt að vera í mokkanum en endanum myndu þau annarkvort bara fara á hausinn, þau veit ekki, af því að við vorum að skaffa og það var svo gaman á fyrstu árunum að það voru sum fyrirtæki sem urðu til á Fréttablaðinu. Þannig að, hvað heitir hann annar sem að reka núna Heimkaup, hann var með eitthvað sem með svona einhverju grís sem að seldi eitthvað svona ódýr raftæki. Ég held að þetta fyrirtæki var orðið til á Fréttablaðinu. Því allt í einu, eftir að koma auglýsingamiðil, með svona klassísku blaðauglýsingar sem að þetta í boði og þetta á tilboðum og í staðin fyrir að fara bara í annarkvært hús á svona hennu betur setta fólki sem líklega að fara í þú veist Sony-setrið eða eitthvað slúðis og þar fyrir neðan að þá allt innu kemstu yfir í öll hín húsin sem hafði ekki verið þrýstingur á því að kaupa þetta og allt innu var bara komið röð yfir húsið það var auglýst útsala og þá sem maður bara, heyrðu, það mun ekki stoppa þetta. Því ef þetta virkar, ef auglýsingin okkur virkar, þá munir bara fólki bara koma. Þetta svo sérstætt að rifja þetta upp þegar við sittum hér núna einhverjum árum setna og þá náttúrulega eru internetið og samfélagsmiðlar og allt þetta búið bara gjörbreyta svo öllu. Þetta er dautt. Þetta er dautt, er það ekki? Jú, og maður vissi það alveg að vegna þess að netið var byrjað þarna. En þú segir þetta sé dautt samt en þá bæði Mogginn og Fréttablaðið. Ég held að Fréttablaðið hljóta bara að hætta á þessu ári. Ég hef ekki nokkra trú að þessi rekstrargrundur undir. Þau eru komið með lesturinn í 40% höfuðborgarsvæðinu, það er í útvarpinu eitthvað daginn. Þú færð bara ekki það sama fyrir peningin með því að auglýsa þar eins og... Hitt var svo geðvikislegt, með 80+ lestur á höfuðborgarsvæðinu, þetta er bara algjört... Hvernig eigandi var Jón? Það sem ég ætla að segja er að hugmyndi var aldrei svo að þetta væri lausnin á vandanum. Þetta var bara það að ef okkur tækist að ná þessu markaði og hluss okkur á miðjuna, að þá getum við unnið úr því. Það var aldrei þannig að fríblöðin væri framtíðin í heiminum. Það var heimurinn er svo hverfull að þú getur aldrei séð það. Jón Ásgeir var ég kunni hann er náttúrulega svo dulur að ég ætla að vera að segja kunni vel við hann að maður veit eiginlega ekki að því maður veit ekki hvort maður þekkja hann. Hann kom þarna inn og ég var nógu klókur til að fá Árna Hauks með mér sem hafði verið framkvæmdastjóri DVF og kunni á svona eldveggi á milli eiganda og ritstjórnar. Þannig að við sátum öll sunnudagskvöld og fórum yfir stöðuna og hvað við gátum gert svona, man ekki hvað það var fyrsta halva árið eða árið og þar var bara að talað business og mér fannst ég læra svolítið af honum að því að ég hafði náttúrulega svona komið svolítið nálægt rekstri í margra blaða eða komið að því að svona móta blöðin til þess að getur gengið áður, bæði eins og Fókus og Pressun og eitthvað leira. Ég er kannski að meina sem eigandi að því þú er stýrt fjölmiðlum með þó nokkuð mörgum eigandum. Hvernig var hann sem eigandi varðandi með þess að ég er að reyna að svara því að með Árna Hauksson þá var bara að talað útgáfuna sem business. Það var alveg bara eldveggur og ég þurfti ekki að segja ef við setjum bara 2 þá ég þurfti að segja nei Jón, þú mátt ekki tala þetta en það er miklu betra Árni segja það og það skapaði svolítið góðan kultúr og að því leiti þá fannst maður að vera bara frábær og ég lærði mikið af því að ég var að segja að maður hafði svolítið innsýn inn í útgáfuna og blaða útgáfa í lausasölu til dæmis er ótrúlega svona nickel and dime business. Það er svona endalaus smáatriði og svona, þú veist, ótrúlegt vesen. En að sumuleyti maturverslun kannski svona svipuð, þannig mér fannst ég læra
svona, hann einhvern veginn sjónarhorni innan úr grænmetiskælinum eða einhvern veginn hvernig hann skildi í Vestlandinu í galanda og ég innan úr blöðunum, ég ætti bara að vera gott heimi, sko. Og svo náttúrulega gerist það þannig í ágúst held ég, það ruðst inn á, ég held að ég ná ekki 2 mánuðum frá því að Fréttablaðið endurist, þangað til að það gerð húsleit í Bónus, í Baug. Alveg rétt að líða svona stutt á milli. Það algjörlega galinn maður sem heldur að sé ekki samhengi þar á milli. Hvernig upplifur það svona þegar ríkið svolítið sest og það tími liðinn frá öllu þessu bolludagsmálinu og allir þessari svakalegu tókstrit á milli Davíðs og Jóns Ásgeirs? Hvernig sér það núna? Já, náttúrulega Davíð náttúrulega bara bölli og sjálfstæðarflokkurinn og vera með bölli sem formann sjálfstæðarflokksins og svona valda mikið er náttúrulega bara stór hættulegt, sko. Og sumuleyti maður má segja að Davíð sé líka svolítið svona harmpersóna. Þegar hann ekki verður formaður 91 að þá var hann ungi maðurinn og svona kolkrabbin í kringu sjálfstæðarflokkinn, hann alltaf annars vegar stjórnmálaaflið og svo menninir í viðskiptalífinu. Davíð svo lengi sem fórustan í stjórnmálaaflinu að það verða kynslóðaskipti í viðskiptalífinu og þá koma, ég manna eins og Benedikt Jóhansson og fleiri voru að taka yfir, Hörður Sigurgeirsson sem var sko stórkappi og Davíð þurfti að taka tillit til, þeir fara allir svo kynslóð og síðan kom bara einhverju strákar frá sjónarhóli Davíð, sko. Þannig hann verður svona, ég veit ekki hvað að segja, svona upp á 98 að sömuleyti eins og breytast, ég man ekki hvernig voru snjóflóðin fyrir vestan í Súðavík og Flateyri, þá fer hann eins og bara yfir eitthvað annað borð, hann verður svo mikill landsföður og svo hann komin með eiginlega algjört úrslita vald, ekki bara í hægrinu í stjórnmálum, heldur í viðskiptalífinu og ég man það til dæmis að einhvern tímann komið til manna og spurði því að hvort það áhuga að skrifa bók kvótakerfið og ég held að Siggi bróðir geti tekið þátt í því og bjóti svona hugmyndu það. Já, djöfull snið hugmynd og svona, ég ætla að spurja þessu og þá er þetta bara spurt og svo kemur svona svar og nei, þetta er ekki góð mynd. Og þannig það var eiginlega ekkert gert. Ég með á þessu tíma þá það var hægt að kalla hann Davíð Oddsson. Hann gat verið Krulli, maðurinn í Hvíta húsinu. Eða þú veist, þetta gerist í svona ógnarveld, þú mátt ekki nefna hvað hann heitir og þannig að svona þegar að Fréttablaðið endurist, þá var hann alveg á hápunkti á svona þessum tíma, búinn að ná undir sig öllum fjölmiðlunum og orðin svona einhvern veginn ekki bara, hann er guðfæðir, hann ekki bara sko formaður Sjálfstæðisflokksins, heldur hann líka orðin sko guðfæðir viðskiptalífsins. Ertu búinn að lesa bókina Jóns Ásgeirs? Nei. En þú er náttúrulega heyrt og fylgst með þessu. Já, ég eitthvað séð aðeins, já. En upplifir það þannig að þú veist að hans sko sín á það sem var að gerast, sín Jóns Ásgeirs á það hvernig Davíð hafi, upplifir þú að það sé svona nokkuð nákvæm lýsing? Ég held að ég myndi ekki nenni að lesa, sko. Nei? Ef að það hefði náð Jóni sko þarna á þessum tíma, kannski til 2005, að þá hefur þú kannski fengið svona sögu, en það er svo margt búið að gera síðan og ég er svona vissum að hann er að tengja þessi átökuð ýmislegt sem að hann gerði síðan, ég held að hann sé að varpa frá sér sök á því sem að gerði sko í bólunni og hruninu sem hann á bara sannanlega, Jón Ásgeir sko og ég er að tala um Jón Ásgeir sko 2002, ég er ekki að tala um Jón, þannig að sem ég var að segja hefði verið góður útgefandi, ég held að Jón Ásgeir hafi verið ömurlegur útgefandi eftir hrun. Því þá er hann komin í vörn og varnarstöðu og þú sér það líka þú tekur til þessu Fréttablaðið og 365 eða hvað það hét á alla sem hættu út af afskiptum eigandana á 365 eftir 2008 þú getur búið til sko bara bestur ríkisstjórn á landinu út úr því það er engi dæmi um það fyrir þann tíma engi dæmi um það einhver hafa hætt út af afskiptum eiganda menn ég var hana Mikael Torfason sagði mér hjá mér að það hefði verið rosalega munur á því að vinna undir eignarhaldi ríkra manna fyrir og eftir hrun af því að fyrir hrun var þeim eða bara alveg saman því það gekk allt svo vel sko. Og þeir nánast voru bara að hlæja af jafnvel neikvæðum fréttum því það var bara alveg saman sko.
Upplifðu þú það þannig? Já, það kannski svona seinni tími. Ég náttúrulega hætti í blaðamennsku 2005. Þannig að ég geti kannski trú að þetta væri svona stemmingin, þessi svona rosalí hýbris. Hann svona kannski frekar 2007 heldur en 2002 til 2005 eru þessir sem að síðar eru útrásarvíkingar eru menn sem að ég til dæmis gat litið á sem næstu samherja mína í því að fella helvítis kolkrabban sem hafi legið ekki bara yfir samfélaginu sem ég ólst upp í heldur bara lífi foreldra minna og sem að bara drottnuðu yfir Íslandi eins og það ættu það og að sumuleyti var svona ég veit ekki kannski afsakrætt að vera pínlítið bláiður við tökum svona dæmi þegar Björgólfur kaupir Eimskip að þá skila þeir háskólasjónum sem að Hörður og kolkrabbinn hafði alltaf haldið á sér til að nota atkvæðamagnið 14% í Eimskip sem að Vestur-Íslendingar höfðu gefið háskólanum og háskólinn hafði aldrei fengið neitt út á Þannig að þeir skiluðu því allavega Þannig að það var svona eitt og eitt atriði sem að virtist vera er þetta ekki skárri kapitalistar og það er sem að fólk alltaf að bíða eftir og kannski að þetta segja okkur það er ekki verið að bíða eftir skárri kapitalistar það er alveg En hvað með þetta sem Jón Ásgeir segir þig í bókinni og þetta sem gerist í Danmörku hann talar að hann segir að þú hefur helst vilja vera bara á engaþótum á þessum tíma Þetta er bara, ég veit ekki akkur að segja þetta Næði ekki mér finnst þetta ekki svona líkt honum en ég er Einar Kárason að skrifa þetta og mér finnst það líkt honum að gripið eitthvað svona Ég held að við fengi fari við engaþóttur en það er bara eins og að þú býður út á stoppustöð og svo keyrir ykkur á reynslu framjöður og býður far ég sé ekki ég var ekki að panta mér engaþóttur eða eyða peningum í engaþóttur ég bara fekk far Var pælingin að gera það sama í Danmörku eins og var búið að gera á Íslandi? Það var náttúrulega að sömuleyti alveg eins og ég var nefna á þann að við vorum að ég var að bera þetta saman við Metro og reyna að yfirfæra þetta og þá er hugmyndin að því að náttúrulega fréttablaðið gekk fáránlega vel upp ég hægt að gera þetta annars staðar skeila þetta upp á stærri markað ég man að Jón spurði eitthvað tímann London og ég skoðaði það eitthvað aðeins þetta er bara svo stórt þetta er bara, það er á engin svo mikla peninga í heiminum að taka sens á því því að það sem þú byrjar bara á nulli með enga auglýsingu svo þetta bara að keyra upp þangað til þú ferð upp í kostnaðinn og þú veist ekki hvort þetta verði 2 ár eða 5 ár og þú þarft að borga tapið allar leið, þetta er bara ekki fræðilega. Það er verið að gífurlega djúpið vasar. Fyrir utan þá er blaðadreifing í London þannig að það vel ekki borið í hús, heldur sækjuru blaðið. En hvað klikkaði í Danmörku? Þegar að svo var ákveð að fara til Danmörkur. Og það tengdist líka að því að Jón vildi skoða London, af því hann var þar í business og hann hafði lært það að með því að kaupa svona nafntógaða einhverja bánsabúð sem hét eitthvað svona Hamleys eða eitthvað, þú veist, þá var það svona eitthvað nafn, þetta er svona trófíeignir sem að kannski skilaður ekki miklu peningum, en þú kemst svona fleiri sem vita af þér og eitthvað fleira og svo voru þeir búin að kaupa þannig magasín og fleira í Danmörku og Berlínske kom til sölu að selja Berlínske og Berlínske er svona mjög illa fyrirkomið svona gamall mokki sem er eiginlega búin að tapa og framundan er ekkert gott en þeir eiga fleiri blöð og eitthvað fleira þannig að hann vill skoða kaupinu þessu og ég gerði það eitthvað og skoðum að það var þannig að þetta var hluti af stóri keðju sem að var eiginlega norsk og það voru norsk blöð í þessu og svo voru eitthvað blöð í Eystrasaltslöndunum eitthvað fleira þannig að það var eitthvað fjárfestingarsjóður sem hafði áhugað og svo við myndum taka danska hlutan og með það í sjónarmiði að geta nota þetta til þess að búa til fréttablaðið í Danmörku en svo var annar maður sem að keypti Berlínsku og allt dótið og held ég að færi bara mjög illa á því bara, þetta eru stórhættulegar þetta eru toxic eignir og þá var ákveðið að fara út í að starta fréttablaðið frá grunni Nyhetsavisen Já, Nyhetsavisen og til þess þá þarftu dreifikerfi og ég samdi við danska póstinn að stofna fyrirtæki með þeim
það snýrist náttúrulega bara vegna þess að það ekki þannig að þótt að þú hefur gert eitthvað í Íslandi, þú getur farið til Danmerkur og gert það sko. Og allra síst í fjölmiðlun eða í einhverju sem svona menningarlegt fyrirbrigði. Það flyst ekki á milli landa sko. Þú getur ekki eins og flutt Bubba Mortis á milli landa, eins fárvöld að það sko. Eins og Bubba Mortis svo frábær hér, en það bara hefur engin á honum í Danmerkur sko. Það bara, þannig það. Og þannig að þú verður endurskapa þetta á þeim stað með öðrum og þá þarftu góðleið til þess að fá einhverja sem að raunverulega þekkja til málana að koma að þessu og það bara náttúrulega líka mótar hugmyndin á eitthvað fleira. Þannig ég fekk danska póstu til þess að stofna dreifingafyrirtæki og þeir sáu hagið því að búa til kerfi sem að færi í hvert hús og þeir getur byggt upp svona dreifikerfingu sem væri nafnlausan póst á því. Svo fór ég til Sven Dam sem að þetta svona, ef þú hefði spurt eitthvað í Danmörku, hver heldur að gæti gert þetta í Danmörku? Þá hefðu allir sagt Sven Dam, ekki bara 99%, það allir sagt Sven Dam. Okay. Sven Dam hafði verið framkvæmdastjóri á Jyllandsposten og gert þar einhverjar góða hluti. Og svo hafði hann verið ráðinn til Metro og var aðstofafórstjóri Metro International. Og ég fekk hann til þess að verða fórstjóran í nýja félaginu og hann tók með sér sölustjóra Metro í Evrópu, Morten Nielsen og svo réðu við saman topplaðamann til þess að vera rísfyrir. Þannig að þetta bara eins vel og þú getur gert þetta. Ok, hvað, var þetta dýrt? Var þetta dýrt? Hvað klikkað? Nei, þetta voru þeir voru í samanburði við launin til dæmis í Bretlandi eða í Böggskæðinni var þetta ódýrt en það er bara svo dýrt að prenta. En það er smá saga í þessu. Þegar að þetta tilkynnt að þá er kært til Samkeppnisstofnunar að póstur megi ekki stofnuna fyrirtæki og það snerist að miklu leyti að í miðbæ Kaupmannahafnar og þá svona miðkaupmannahöfn, ekki bara alveg í miðbænum, heldur svona stóru hluta þar í kring, að þá til þess að dreifa pósti þá þetta var lykil til þess að komast inn í póstkassana. Okay. Og þetta, ég man ekki hvað það voru margir lyklar því miður manið ekki núna. Ég held að það verið 15.000 eða 20.000 Og svo kemur úrskurðurinn að þeir megi ekki gera þetta og þá bakka þeir bara út úr þessu. Og þá þurfti að taka ákvörðun það hvort það ætlum að byggja upp dreifið fyrirtæki frá grunni. Og það var ekki ákvörðun að gera það. En málið var það að þá þurfti að breyta svolítið svona planinu, að þá byrju við meira svona í útjaðrinum á svona fátakari hverjum og náum svona fyrrstöðu þar og svo hægt og bítandi tekst okkur að ná inn þessum lyklum og komast inn í en fljótlega eftir að Nýjadavísin byrjar þá ég eiginlega bara driftið í burtu frá þessu. Þá ég hafði alveg svo lísti með Eyjólf þá hafði ég upplifað bara að Jón Ásgeir var að ljúga mér og þannig að ég fór með Sven Dam til London og lét Jón heita því að standa baku þetta við hann beint. Hvernig upplegur hann hefði verið ljúgað? Það var tengdist Dagsbrún, ég var forstjóri í Dagsbrún. Sem var þá enn eitt nafnið á 365 Norðurljós. Það var til eftir að einhver keypti Vodafone og saman eða svo 365. Og þetta svona liður í svona langri leið og þú veist, og ég segi að mér var alltaf sparkað út og upp. Það var alltaf ég upplýði þannig, það var alltaf að losa mig út úr fjölmiðlunum. Og þannig var það bara, þú veist, að mér var sagt að fólk var að koma til Böggsmanna og segja bara, þú veist, þetta gengur ekki og eitthvað fleira, og svo til þess að þá mér bóðið alltaf bara að fara að hærra, þannig að ég fer alltaf fjær ritstjórninni og svo enda ég í Dagsbrún sem að er raunverulega Vodafone í dag eða Sín í dag og 365. Og það liggja fyrir stjórnarsamþykktir að kaupa prentsmiðju í Bretlandi og tvöfalda eða þrefalda efnahagsreikningin. Þannig ég kem inn og geng frá þessum kaupum á þessari prentsmiðju, sameina Dagsbrún Kögun sem var
tölvufyrirtæki sem eiginlega Advania núna. Senu sem hérna skífan gamla og bíóinn og einhver útgáfa og eitthvað fleira og svona búa til eitthvað svona dót. Og þetta gengur allt bara mjög vel og á móti þessu, það náttúrulega verið að auka skuldir mikið, að þá ætla eigendurnir að koma með eitthvað, ég man ekki alveg hvað, þetta var 7 milljarðar eða eitthvað af eigin fé. Svo þegar ég að ganga á samningunum hérna við Sven Dam og félaga hérna á Danska Póstinn, þetta gerist allt bara í einni ferð til Danmerkur, þá hérna starfandi stjórnarformaður og framkvæmdastjóri fjármálasviðs að ganga svona endalega frá kaupunum á prentsmiðjunni og ég flýg hann á milli og ég held að það sé hérna einkaþotan sem hann að tala að til þess að ég nái því að ég að ganga frá okkur í Danmörku og ná að koma og skrifa undir á réttu tíma að þá bara var ekki nefnum leið en að ég færi með einkaþotu og við göngum frá því og það allt búið og það föstudagur og ég að fljúga svo heim til Íslands og þar á Heathrow og þá kemur hann að það sem kallað sko litla kreppa á Íslandi sko og hlutabréfin hrynja. Já. Ég man að það voru eitthvað svona menn sem unnu á hérna 2008 eða? Nei, þetta 2006 páskana. Já. Og ég man að það voru svona slattiða sem að vann hjá Kaupþing og svona og maður sá það sem að voru svona horfa á símana sína og þau voru allir bara hvítir sko. Það var alveg sko, þetta var mjög alvarlegt mál. Þetta setja hlæða svona. Og þá kemur í ljós að triksið hjá eigendum Dagsbrúnar var að með því að kaupa þetta og vera í öllum þessu dóti að þá myndi það hækka verðið og þá getur þeir farið með hlutafjárið sín og tekið lán og borgað inn nýtt hlutafjár. Þannig þeir ætluðu að geta leggja þeir ekki að fara að opna peningaskápið sín heldur ætluðu bara að þetta myndi skila sér í hækkun á hlutafjárverði og hérna og þar með getur þeir sko tekið lán til þess að leggja inn nýtt hlutafjár. Það hérna fræg setning sem var höfð eftir Jón einhvern tíma mikið seinna, það sagði með frá því að það verður svo slæmt ástandið að maður geti ekki svona fengið lán fyrir eigin félu. Þetta var bara, svona voru menn orðnir og þá standaði fram með fyrir því að þeir hérna geti ekki skilað inn þessum 7 milljónum og fyrirtækið þarna Dagsbrún var í mjög veikri stöðu þar sem mikið af skuldum að ég fikk ekki komið inn og allt í einu fara allir einhvern veginn að reyna að endur með einhverju fyrirtæki og það fellur, ég man ekki hvort það fell meira heldur en almennt en það fellur í verði og þá hérna ákvað þeir bara einhverju rosa panik að kljúa fyrirtækið og eitthvað svona og henda því og þannig að þeir sviku það bara að ef þeir hefðu bara komið inn með þessa 7 milljóra að þá hefði bara Dagsbrún getað haldið fram. Það var ekkert að. Ég flett upp hérna út af bókinans Jóns og var að fjalla hana. Þá fletti ég upp þessari prentsmiðju Vindham og hann hélt áfram hérna forsturinn sem að ég í hélt áfram að reka það eða gerði samning við og þetta bara þetta gengur alveg glimrandi í það sko. Þetta aukist úr einhverju svona 17 milljarða veltu upp í eitthvað 85 milljarða veltu og þetta bara stórkostlegt fyrirtæki en hérna á Íslandi hafa alltaf menn verið að hlæja því þetta hafi verið alveg rosalega heimskulegt fyrirtæki þetta hafi verið rosalega vitlaust og Gunnar Smári hafi einhvern veginn viljað kaupa ykkur alls prentsmiðju, þetta er bara þvæla sko ég gekk bara inn í það var búið að samþykkja þetta ég var ekki í stjórnanda, það var samþykkt stjórnarsamþykkt fyrir að kaupa þessa prentsmiðju sem að Landsbankinn hafi verið að óta að þeim. Var nafnið og þessu verið ekki Dagsbrún þegar NFS? Það er mér að kenna þetta Dagsbrún sko. Þetta var bara, þú sagði að ég væri svona kaldaðinn og þetta var svona spaug sem þetta fyndið. Að það var þurft að búa til nafn eitthvað Vodafone og 365 og þá hafði sko Dagsbrún og Sók saminast og mér fannst það svo að því að Dagsbrún er náttúrulega bara svo fallegt. Gamalt verkalýðsfélag og bara vorið einhvern veginn í frelsisbaráttu fólks og að þeir skildu bara henda því svona. Mér fannst það eitthvað svo þannig að þetta er bara götustrákurinn að leika sér. Já, mér finnst þetta bara skammalegt að fyrir verkalýðshreyfinguna að passa ekki upp á það að eiga Dagsbrún sko. En NFS, það byrjaði 2006? Nei, það er 2006. Ég var í því. Já. Hvort það var tæft ár? Já, 2005. Nei, 2005. 2005 til 6. Já. Það byrjar ég að tekka líka á þessu hérna, þá sá ég eitthvað vitalegu ykkur. Þetta byrjar, held ég, 17. nóvember, eða 15. Ég er ekki alveg endalaus minnugur.
En ég hætti sko á 365 áramótin, þannig ég var 1,5 mánuð í þessu. En var sko því að ég var náttúrulega þarna þá var ég búin að vera 2-3 ári í fjölmiðlum og þetta var mjög þetta var skemmtileg tilraun og frábær uppeldisstöð. Já, margt af besta sjónvarpsfólki landsins ólst þarna upp. Já, lærði þarna, en þetta var dýrt. Var það eftir á að hyggja þetta að vera með svona næstu 24 tíma sjónvarpsstöð á Íslandi? Var það óruneft? Ég veit ekki sko. Það er gammalt frasi sem maður segir sko, það er ekki til góðar og slæmar hugmyndir, þetta er hugmyndir sem gerðar góðar og slæmar. Þannig það er alltaf svo erfitt að meta það sko, hvort að sko hinn endanlega framkvæmd er ekki endilega sko eina niðurstaða. Nei. Já. Þannig að ég get ekki, eins og þetta með nýjandavísin, það hættir hann hausti 2008 bara við eftir falli Lehman bræðra. Þá ár síðan að ég ekki að skipta mér að þessu, sko. Þeir heldur samt áfram. Þannig að það er erfitt fyrir mig einhvern veginn að meta það hvort að hefði þetta tapað eitthvað. En þetta var erfitt, þegar maður var að lesa fréttir þá leið mann ofta eins og það væri bara 2-3 að horfa, sko. Já, en sko NFS á upphaf sitt í því að fréttablaðið og Íslenska útvarpsfélagið saminað. Og við skulduðum ekki neitt og við vorum í góðum rekstri, en Íslenska útvarpsfélagið skuldaði ógeðslega mikið og var mjög spillt fyrirtæki. Ég man að fyrst fór ég þar inn bara í stjórn og óskaði eftir að fá bara labbið hring og sjá fyrirtæki til þess að skilja það og skilja svona hvernig skífan og útvarpið og sjónvarpið virkuðu saman og það var svona fjármálastjóri sem labbaði með mér og sýndi mér svona mötunitið og eitthvað svona blá blá. Svo fór hann svona lager og föstudagur mann ég og það var svona einhver geisladiskar og hann tók svona nokkra og stakkaði mann í töskuna og hélt svo áfram að tala. Og ég hugsaði, hversu spillt getur fyrirtæki verið þegar maður sem að kynni sér nýjan stjórnarmann kemur að skoða að fjármálastjórin að stela eignu félagsins fyrir fram á það. Þannig var auglýsingadeild stöðu 2 var nú bara fræg fyrir það hvað voru hásölulaun en lítill árangur. Þannig að við þurftum að taka þetta svolítið yfir að því að við höfum byggt upp mjög góða auglýsingadeild og ég held að sé þannig eins og við varum að tala um NFS sko, hverjir höfðu alist þar upp og hverjir höfðu gert eitthvað áhugavert í sjónvarpi eftir það. Það má líka segja að þeir sem voru á auglýsingadeildinni á fréttablaðinu frá svona 2002 til 2005 ég meina þeir voru meira og minna yfirmenn á öllum hinum auglýsingastofunum mörg ára þar á eftir af því að þetta var bara kúltúr sem við byggum til sem að tók yfir og við þurfum að taka yfir sko spiltustu auglýsingadeild landsins sem var búin að vera fræg í mörg ár fyrir að vera spilt og það var alls konar vitleysa þannig það var mest þetta Pop TV og það var eitthvað svona átti að vera framtíð inn í sjónvarpinu og það var svona, það er alltaf verið í fjölmiðlu verið svona ungi menn sem að fara og tala við gömlu kallana og þykjast geta náð til unga fólksins og svona að búa til eitthvað svona skilaldri einu, þannig það var svona dæmi svona fróðu sem að var bara stórkostlegt tap af þó svo það væri alltaf peningar komið inn að það var bara dýrar að búa til efnið sem að auglýsingarnar var selt heldur en hann borgaði og endanlega svona dæmin í þessu þannig að við tökum þetta yfir og byrjum að taka til í útvarpinu sem hafði verið sko sjálfstæðar deildir og þar leiðandi var ríkisútvarpið með allt og stóra hlutdeild miða við hvað sko bylgjan var miklu öflugri stöð heldur en Rás 2 og þá settum við saman léttbylgjuna og byggum til talstöðina sem að var náði yfir í svona annan hóp sem að léttbylgjan og bylgjan gátt ekki náði í sem að dugði til þess að við vorum með svona auglýsingasölu pakka sem að var áberandi betri heldur en Ríkisútvarpsins og þannig að við keyrðum á því þannig að við gáttum rekið sko talstöðina sem að það voru ráðið inn gott fólk bara af RÚV Illugi og Aggi og alls konar gott fólk. Ég held að Helgi Seljan hafi byljað sinn feril á talstöðinni. Og þá var hugmyndin svo að með því að og svipað ég var að segja á það með 55% hlutdeild þá getur náð þessu að með þú raða svona þá getur þú náð einhverju stöðu sem að skila þeir bara kannski 2-falt meiri peningum. Þóttu sér bara að bæta við sko 5% meira. Það var hugmyndin á bak við talstöðina.
Og svo erum við með Vísi sem hafði komið þarna inn til okkar einhverjum missurum áður mjög laskaður eftir að hafa risið hátt í svona upphafinu á netvæðingunni og hruni þegar svona hugmyndir hvernig netið þróaðist voru ekki alveg réttar, þannig að við fengum hann. Ég mata svo þá að framtíðin í fréttum og current affairs Vísir og ekki kvöldfréttatími Stöð 2. Þannig að við þurfum að byggja upp massífa svona current affairs umfjöllun og vera með svona NFS sem vísistöð. Það var sameiginleg fréttastoð Vísi og NFS. Það átti að vera það, en ég var bara 1,5 mánuð. Og það var hugmyndunum að byggja sér upp á reynslunum sem við höfðum á því að búa til efni í myndum, en samt ekki of mikið, vegna þess að Stöð 2 var byggt upp á svona kvöldfréttatímum. Þegar þau voru að byrja þá fóruður og skoðu CBS og NBC og einhverjum svona mega stöðvar og alltaf að taka fyrir þetta því. Ég fór og við vorum að kaupa ritstöðakerfi á blaði í Álaborg og þeir voru með svona current affair fréttastofu og ég fór að skoða hann og svona, þannig að ég var að skoða svona minni einingar vegna þess að ég var að leita að einhverju sem gæti hjálpa Vísi á því að vera ekki bara eins og MBL, heldur að innan úr því gæti orðið. Á þessu tíma var til dæmis Huffington Post að búa til svona einhvers konar útvarpsstöð sem bara eins og þetta dót sem þetta er bara útvarp sem vilt svo til í sjónvarpi. Þetta var mín vision á því að þetta fara. Ég vissi náttúrulega ekki hvert þetta myndi þróast, en ég hugsaði að þetta er svona sirka eitthvað stað þarna. Og ef við værum að skoða hvernig current affairs umfjöllun hefur þróast á netinu og í sjónvarpi og útvarpi síðan þarna 2006 segir þú, eða 2005, þannig í nóvember, að þá er miklu meira inn í einhverju svona sniðmiki sem við getum séð fyrir okkur sem NFS heldur en á kvöldfréttum Stöð 2 sem í dag. Vandinn hins vegar að þegar þú kemur inn í svona gammalt fyrirtæki þá það alls konar svona kóngar hér og þar. Það var til dæmis Páll Magnússon að lesa fréttirnar á Stöð 2 og það að flytja stúdíói niðréttir og búa til svona með einhverjum vittlýsingum eins og þér og að selja einhverju dagprogrammi inni á starfstofunni hans og hann bara átti erfiðleikum með þetta og ég man að Róbert var eitthvað að reyna að selja honum að ef kameran kæmi svona á flegi ferðu upp að honum og áður hann byrja að lesa fréttirnar hann myndi kannski kaupa það, en þetta er bara menn sem voru bara á allt öðrum stað, sem voru bara með sjónvarp, hugmyndir sjónvarp. Þegar kameruna voru svona stórar þeim fannst fjarstýrað kameru vera bara einhver móðgun við eitthvað sjónvarpsguðin eða guðmæta hvað og alls konar svona hugmyndir og nú ekki að segja það ef ég hefði fyllt þessu eftir að mér hefði tekist að búa til eitthvað nýtt út úr NFS en það fór svolítið allt og mikið út í það að reyna að búa til frið við sjónvarpsfólkið. Svo sagði sjónvarpsfólkið við viljum ekki koma nálægt þessu, við viljum bara hafa fréttatíman okkar eins og hann er. Og svo reynda stofnum við Kompás sem eiginlega upphafið að Quake. Það fólkið sem að það bara eiginlega beitt þráður í svona sögunni þarna á milli. Það er það. Þannig að það voru búið til þessi stóru flaggskip, þannig að orkan sem gat farið út í það þróa hitt og finna einhverju svona leið hvernig það gat lent. Þess að voru menn alltaf að tala þetta er svona CNN, það var aldrei hugsunin. Og hvernig er CNN í dag? CNN er bara eins og við hérna. Einhverju kallar, þeir eru bara öðru sér sett. Þeir eru bara röflandi allan daginn. CNN í huga þeirra sem voru að bera NFS saman við CNN var eitthvað Íraksstríðið og menn á einhverjum svona Hilton hótelum og á átakasvæðum. Bara, CNN er ekki svona lengur. CNN er eins og NFS hefði átt að geta orðið, sem er bara eitthvað fólk sem að situr allan daginn og bladrar. Já, það er náttúrulega alveg ótrúlegt hvað komið mikill markaði fyrir það. Já. En ég hefði séð líka fyrir mér að nýta tæknina, að fara með svona kamerur bara niður á löggustöð, samfara þá að vera bara með kameru og bara tala hvað er að frétta hjá ykkur löggumálum og og dreifa þeim bara sem í þess að þetta var að vera ódýrari tækni, þetta var náttúrulega bara hrun í tækni, eins og allir podcastarar vita, það var algjör umbreyting.
að ég hefði viljað sjá NFS þróast eitthvað þess átt. En ekki þetta sem þú ert að lýsa með að samfæra sjónvarpsfólki, að þetta ennþá upplifi ég, að því ég búin að vera í dálítinn tíma svona, innan gæsalappa svolítið átkast í fjölmiðlageiranum og ég upplifi alltaf eins og svona inn á stóru stofnununum, Stöð2, RÚV og þessu öllu, að þar ennþá svona einhvern veginn, ef það einhver annar að gera þetta öðruvísi, þá það nú ekki alveg rétt. Þetta verður að vera eins og á að gera þetta. Eins og, segi hver. Það er nákvæmlega það sem ég er að segja. Sjáðu í COVID, þegar kemur 2 metrar alltaf og þá hættir RÚV að fá gesti í fréttirnar og það mæti bara einn í Kastljós. Hvernig gera aðri miðlar þetta? Þeir fagna þessu. Þeir svissa bara yfir í Zoom og Skype og eru bara allt í einu verið sjónvarpi, bara fer úr sparifötunum og verið svona casual. Allt í einu sérðu alltaf svona bak við fólk, einhverjar fyrst úr aldrei að reyna að vera með bókahillur til þess að vera eitthvað gáfulegir, svo fóru bókahillurnar þegar maður fættu þetta er bara nýtt area. Þetta er bara, nú ætla ég bara að sýna bara heimili mitt og svo sást í eldhúsi á sumum og þú veist þannig að þetta var bara stórkostleg gjöf fyrir sjónvarpið að losna við þessi þyngsli og leiðindi þar sem allir fóru í smink og klæddu sig upp, sátu í einhverjum prédikunarstólum og sáðu sannlega segi yður í fréttum með þetta helst, eins og eitthvað svona autoritet. NFS átti að vera allt annað en þetta. Erum við ekki aðeins sem þetta stígin í tíma þar sem að þetta er bara breytast mjög mikið? Ég upplifi það að fólk kann mjög mikið að meta þetta sé bara casual. Auðvitað. Og þetta einhvern veginn þessi og þá fyrir við að pæla í alþingi líka með klæðaburðin og annað, erum við ekki bara stígin í tíma þar sem að þetta má bara vera einhvern veginn og við viljum bara vera koma til dyrinn eins og eru klædd. Algjörlega. Nokkuð aðeins að spyrja út að þú tala mikið fátækt með í kringum svona sósíalistaflokkinu og það upplifur að svona þar sem að þú ert að pæla í þeim hlutum, byggir það einhverju hluta á þinni æsku, því þú hefur sagt að þú hefur upplifað mikla fátækt í æsku. Já. Ég veit ekki að, ég er alveg upp í fátækt, en ég er líka alveg upp við alkoholisma, föðumis. Og ég er meira svona brendur á því, heldur en fátæktinni. Því eins og mörg fátæk börn þá áttar maður sig ekki á því hversu fátæk við vorum. Og þegar ég átta mig á því þegar ég eldist og man senur og hvernig staðan var, þá tengi það frekar við hversu samfélagi fór illa með móður mína og hvað hefði mátt styðja okkur meira. Það er ekki ég myndi ekki lýsa þessu eins og persónulegri upplifun á fátækt. Ég myndi náttúrulega þetta eftir skömm á því að vera, ekki eiga nýföt heldur að vera í, ég segi ekki óreina tögin af bræðrum mínum, en bættum fötum af bræðrum mínum og það var gati á skónum mínum og ég var alltaf votur og ég var ef maður kom inn og þá kom pollur undan skónum það var eitthvað svona atvik en mér finnst það það væri eitthvað sár upplifun og ég kem náttúrulega út úr æskunni sem illa nestaður og ég er með skömm, það er bara allt samfélagið það verður eitthvað skrítið ef ég væri ekki með skömm því allt samfélagið að segja mér að fátækt og sjúkdómi föðumins séu skammalegir en mér finnst það eiginlega að vera meira því að ég var oft með pappa þar sem hann er drukkinn og þar sem að ég hefði þurft að fá hjálp en fekk hann ekki og fekk ég að fyrir hlátur og þannig ég held að það hefði alltaf fyllt mér svolítið múrin og það bara tengist ykkur þar sem að hann liggur bjargarlaus og ég er yfir honum og svo labbar bara hellinga fólki fram með mér og hlær og hnussar og eitthvað þannig ég held að alltaf fyllt mér eitthvað svolítið ótti við múin ef að allir eru farnir í ganga og Facebook í ykkur átt þá fer ég yfirleitt í hináttina Varstu oft í aðstæðum þá þar sem að hann var mjög drukkinn og þú þurftir að vera aðstóðan fyrir framan annað fólk? Já, mjög grunnsalega oft og hann sækir okkur edrú stundum mig og bróðurinn sem er næstur mér sem er 5 árum eldri en svo mikið til mig bara einan að því ég var yngstur og svo bara dettur hann í það maður eftir förðulegum senum við bíó og Viðeyjarferjunni tjaldi á Laugavatni og ég kannski bara
ég veit ekki, 6-7 ára kannski. Eru ekki komin í breytta tíma núna ef að barn núna væri í svona aðstöðu, þá myndi fólk bregðast allt öðruvísi við? Ég held að fólk myndi koma og hjálpa. Er það ekki? En þetta var bara eins og heimilisofbeldi og eitthvað fleira, þetta var bara litið á að þetta var einkamál. Og jafnvel þótt að sko þolandinn sé hérna kannski bara 7 ára drengur sko. Og þá bara leit fólk eitthvað eins og á að þetta væri ekki sitt mál. Rætti þetta aðeins við Sigmund Erni þetta með fjölmiðlum. Fjölmiðlarnir á ákveðnu tímabili voru fjölmiðlarnir svolítið að taka þessa hluti út úr skápnum. Já, það er sko, ég held að það sé kannski að því að við Sigmundur eru kannski svona sama kynslóðin ég held að þetta sé svona stærst afrek okkar kynslóðar. Að því að svona afrekið með svona frelsi, yfirvöldum og það saman, það var eiginlega unnið af fólkinu sem kom undan sko. Það var hérna fólki sem stofnaði Helgapóstinn og Jónas með DFF en svona ef það var eitthvað sem við gerðum vel, að þá var það svolítið að hérna gefa einum rallausu rödd, tala hluti sem ekki mátti áður tala og ég pröfaði eins og að hvað það var hægt að athuga þetta bara á tímarit.is og sló inn svona, ég held ég hafi, mér var nauðgað innan gæsalappa. Það sé eitthvað að segja að sér hafi verið nauðgað. Það sé ekki verið að tala nauðgun sem svona. Og þá sá maður þetta sko, fyrst kemur þetta bara, þá er þetta erlendafréttir og tengist einhverju svona stríðsátökum og öðru slíku. Og svo kemur þetta inn sem svona viðtal við einhvern nafnlausan einstakling og er svona eins og þetta sé svona fenómen, eitthvað skrítið. Og svo gerist það löngu seinna að það koma 3 viðtöl í röð sem er að segja þetta er ekki persónulegt mál eins, þetta er félagslegt vandamál. Og svo heldur þetta áfram og svo þegar einhver segir þetta undir nafni þá líða ennþá langa ár. En svo þegar maður skoðar í hvaða miðlum fór þetta fram, þá getur alveg sagt að þetta fór ekki fram á RÚV eða Mogganum sko. Þess vegna var ég að segja áðan sko að þegar maður horfði á það frá jaðrinu þá bara þoldi maður þetta ekki. Að hafa allt þetta power, allt þess að geta og bara gera ekki neitt við það sko. Því að það, mann ekki, nú er erfitt að vera að segja svona ef einhver sildi móðgast, en ég held að það hafi verið komið bara til 2010 þar sem þessi setning birtist í Mogganum sko. Þegar það voru kannski liðin sko 30 ár síðan og birtist í Helgapóstunum og 3 viðtöl saman í Veru og Helgapóstunum og Pressunni og þessum blöðum sko. Þú talar kynslóðun og undan eitthvað sem hún hafi gert og síðan þetta sem að sé kannski stærsta afrek ykkar kynslóðar í blaðamennsku. Sem er kannski ekki afrek, mannstættu myndinni hérna, hvað heitir það, Spotlight hérna, sko mér finnst það frábær mynd. En hún er gollu sko, af því að hún segir sögu blaðamannanna. En blaðamennir er ekki hetjunar og þetta er ekki hérna saga það að blöðin afhjúpi eitthvað. Þetta er raunverulega saga að blöðin voru alltaf hluti af establishmentinu sem að héldu sannleikunum frá. Það er ekki fyrir að það kemur utanbæjar maður þarna inn og hann allt í hennu gerir það og bara slísast þau til þess að opna þetta. En bara átt af þolendana og armenska lögfræðingsins og allt þetta hafi verið í 15-20 ár áður þetta kemur inn í blöðin. Og þegar að sko blöðin flett ofan einhverju, þá er alltaf svona forsaga. Þess vegna hef ég aldrei litið á blöðin sem sko einhverja frelsisloga, heldur ég er svona tjómskímaður, blöðin fjölmiðlar eru fyrst og fremst til þess að selja almenningi óbreytt ástand. Og þau dæmi sem við höfum það að fjölmiðlar gera eitthvað annað eru svo fá. Við sjáum það bara í íslensku fjölmiðlumhverfi, sko, það Helgi Seljan, við erum ekki svona að segja, sko, við erum ekki segjum ekki svona RÚV eða Moggin eða Pressan eða, við segjum bara einhver einn maður. Og það náttúrulega mjög skrítið að menn eins og Jóhannes Káir og Helgi Seljan og svona að þeir get ekki unnið bara í þannig umhverfi í íslenskum fjölmiðlum að þeir fái bara... Ég held að Jóhannes fær bara ekki vinnu. Já, það liggur við, sko. Já. Og hérna Helgi, þú veist, ég veit ekki hvort þetta hefur áhrif á hann, en það er að vera að kæra hann fyrir einhverja siðareglur sem eru absúrt rugl, en það getur vel verið á endanum og sé eitthvað lið sem að útvarpsstjóri hendir inn í einhverja síðan sem að kennst að einhverju niðurstöðu hann hafi brotið gegn samherjamönnum og eitthvað svona þvæla sko. Þannig að hann er ekki með eðlilegt starfsumhverfi Helgi, sem að ég held að við myndum spyrja þjóðina hvernig ættum við að tryggja gott starfsöryggi á Íslandi, þá verður bara Helgi nefndu fyrstur. Svo þyrftum við bara allir að hugsa sko. Þetta er maskínan fjölmiðlar eru ekki gott fyrir bríð. Nei, ég hugsaði núna eins og í COVID-tímabilinu þá hefur næstuði liðið eins og
fjölmiðla fundirnir og umfjöllun fjölmiðlum COVID sé bara svolítið eins og þeir séu upplýsingafulltrúi fyrir þríeykið. Já, það ég hugsa þetta, ég setur fram sjónvarpið og ég fyrir svona vonska að verða svona eins og bara, maður vill helst ekki verða maður á mínum aldri. Ég bara verið full fyrir fram sjónvarpið og byrja að tuða og mér finnst þetta bara óbærilegt að sitja undir þessu. Og ég verið veltað með hverju, þú veist, hvað það sem svona stuðandi? Svo og ég pæli hvað því, svo vildi svo til ég sá pínulita stuttbit eftir Adam Curtis sem ég gerði held í 2007 eða eitthvað. Það kemur svo bara smá söguþráður, ég man ekki eins og hvað það var meginatriði myndarinn, mér fannst þetta bara afhjúpandi yfir það hvað ég var að upplifa. Hann sagði, fyrst að búin til almenningsmiðlar eins og BBC, að þá var að spyrja, já, hvernig, hvert sjónarhorn almenningsmiðla? Já, það lítur að vera stjórnvalda sem almenningu kýs. Og þannig var það alveg fram á 7. áratuginn. Að þá kom allt inn við fólk og sagði, nei, stjórnvöld ekki almenningur, heldur á BBC að fjalla almenning og svo stjórnvöldin í því og þá var hætt að senda ráðurónum spurningarna fyrirfram, hætt að þéra það á Íslandi og þannig þá var svona hugmynd, verður þessi stóra svona lýðræðissprengja blaðamennskunar sem það að mitt hlutverk ekki að fara að segja hvað Þórólfur með allri virðingu fyrir honum eða Svandís að segja, heldur verið mitt hlutverk að tala við fólk sem með COVID eða ættingja sem með COVID, fólk sem að missa vinnun út af COVID, það mitt hlutverk því að stjórnvöld bara sjáum sig bara, og auðvitað inn í frásunum mína kemur eitthvað sem stjórnvöld að segja. Ok, svona tímabilið þess að ég verið blaðamaður og þú veist verið ástfanginn á fæginu og það raunverulega ennþá, mér veist bara blaðamennska var bara stórkostlegt, mér finnst ég verið gefin bara lykill sem ég mátti eiginlega gera hvað sem við, ég gætt hringt í þig á sorgarstund og spurt þig eða á gleðistund og ég gætt skoða hvað sem og ég þurfti bara að segja, já, góðan dag, Gunnar Smári Egilsson heiti, ég blaðamaður og spurti bara hvað sem og mér finnst það stórkostlegt. Á þessum tíma þá var þetta leikurinn, að við vorum að fjalla samfélagið eins og það var. Síðan kemur hrunið og fjölmiðlarnir veikjast og svo kemur öll þessi undarlega ógnað utan einhverju jarðskjálftar á Reykjanesi eða einhver vírus og eitthvað með aldrei virðingu fyrir því, en allt í einu bara öll fjölmiðlarumfjöllin byrjaði að snúast það að stjórnvöldur að segja þau hvernig ætla að venda okkur frá einhverju viðkomandi ógn og við erum bara dottin út fyrir það, bara að loka kaflanum okkar og við erum komin á stöðuna þar sem Adam Curtis sagði að hefði verið lýðræðisvæðingin að þegar að fjölmiðlar upplifa meginhlutverk þeirra að bara segja hvað stjórnvöld vilja því að þetta eru jú stjórnvöldin. Já, það sem ég að segja, maður alltaf fer varlegis umræða því maður vill einmitt ekki vera leiðilegi kallinn sem alltaf að gagnrýna fjölmiðlafólk en einmitt þetta einhvern veginn, það getur ekki verið það er alveg hægt að fara bara inn á covid.is til að komast á tölunum það er alveg að fara þangað til að komast að reglunum hlutverk fjölmiðla lítur að vera að spyrja annara spurninga heldur en hvað mörg smitt og það sé aðal fréttin þú veist, eins og bara til dæmis þetta með hvernig minnisblöðum frá Þórólfi einhvern veginn enda alltaf bara á að vera stimpluð og það er svona hann er stundum farin að láta út úr sér hluti sem hann talar eins og hann sér á þeirra og maður hugsa það lítur að vera hlutverk fjölmiðla að byrja að spyrja spurninga þarna og hann segir líka, ég hef ekki hugsað þetta, ég hef ekki, hann er alltaf bara að segja það og þá hugsa maður, hvað svona líðræði samfélagi er þetta bara, er hann orðinn sar í þessu máli bara? Þetta er skrítið, og sá sem að við fengir þetta, að hann er bara eitthvað neginn ekki í tím Þórólfur eða tím Þríeykið. Nei, það tekur svo langan tíma, því mann finnst þess að fyrst núna opnast svigrum til þess að megi aðeins byrja að gagnrýna þetta og aðeins tala þetta, það er búið að taka ár. Mér finnst þetta að vera alltaf að þrengja ég sé það ekki. Ef þú tækir saman kannski ár bara á RÚV, af því að við getum gert kröfur á RÚV, viðtöl við svo kallað viðbragðsaðila eða hvað þetta heitir. Og bærið þó saman við viðtöl við almenninga þeir sem að veiktust af veikinni eða aðstandast eitthvað leys, þá eru hlutaldi bara svo gaggalagú sem eru kannski bara 99% á móti einu. Við erum komin út í eitthvað ótrúlega ógangur og ég hef eitthvað svona ótrúlega sjálfströst og sjálfsmyndar skekkja blaðamanna. Sér ekki með líka spurninga, það er kannski bara að það er, ef þú tekur viðtal við fólk sem veikist af COVID, akkur má þú ekki líka taka viðtal við
92 ára konuna sem jafnaði sig að COVID, bara til að slá á óttan hjá eldra fólki. Alveg, bara eitt dæmi frétt sem ekki enn búið að segja. Sko. Það hlutverk fjölmiðla, það að endurspegla samfélagi, þannig að ég sem að lifi í því geti svona skynja mína stöðu og ég var ekki bara að tala að sko vera með eitthvað svona COVID-porno eða eitthvað svolítið, að tala bara þá sem eru allra veikastir, en það náttúrulega eðlilegt að í jarðskjálfta eða í eldgósi talar við þá sem að mistu heimili sitt, en ekki þá sem að sluppu. Þannig það verður alltaf eitthvað svona meira, það sem meiri saga. En ég veit fólk sko sem að tala til dæmis það hvernig sko COVID eldir það og nær sér ekki þú veist það endur þessar sögur í þessu sem að mér finnst skrítið að skuli ekki vera sagt og líka bara eitthvað svona debatt, það var náttúrulega slögt á debatti eins og voru að segja áðan að það mátti ekki bjóða nema einum í kastlausu hverju tíma þannig að debattið bara dó og það voru kannski bara ráðherra eða sóttvarnalæknir eða landlæknir bara í öllum kastlausum og ég held að ég þekki ekki þessi Kákakus fjalla svoköllu lýðveldi en ég held að þurfa að fara að þanga til þess að sjá sko umfjöllun stærsta fjölmiðilsins sem í aft mikið með bara andlit ráðafólks í forgrunni í Marokko mátti ekki gefa út blað nema sem mynd á konginum á forsíðunni og við erum bara komnir eitthvað þar. Það er allavega maður hugsar bara eins og þetta svona einhvern veginn stóra spurningin sem hangir yfir þessu öllu er hvað á ríkið að ganga langt og hvað má ríkið ganga langt í að bara búa til reglur bara nú eða vera bara heima hjá okkur, nú á að gera þetta og það er alveg óháð því að maður sé ekkert að gera lítið úr sjúkdómnum að þá náttúrulega þetta bara rosalega stóra grundvallar spurningar sem ekki enn búið að takast almennilega finnst mér. Og líka bara eðlilega ef að fólk að tala þetta þá eðlilegt að það samtal fari inn í fjölmiðla. Já, hringi síminn. Slekk bara á honum. Maður fara vel yfir hitt og þetta. Já. 2 tímar. Það var 2 tímar komnir svo. Það var komin 2 tímar. Sko. Við erum alla byrjaðir. Við erum alla byrjaðir. Ég geti sagt skemmtilega sögur, sko. Nei, svona í sambandi blaðamennsku, sko. Pressan var til þess mjög merkilegu tímabil. Pressan? Já. Var verið að segja þá svona aðgangsharðari fréttir heldur en áður? Þá var byggt, ég vann á Helgapóstinum gamla á merkilegum tíma. Ég byrjaði á NT sem að breytti síðan í tíman og fór svo þá var byrjuð umfjöllunum hafskipsmálið og ég skrifaði hafskipsmálið í tíman og Halldór Halldórsson sem var ritstjóri Helgapóstsins kallaði á mig og vildi ráða mig og hann var að fara í frí og eitthvað svona þannig að og svo stutt eftir ég kem yfir á Helgapóstin þá gæsluvarðhaldið og þá hafði sko Helgapóstin gamli verið svona í andstöðu og götublað svo gæsluvarðhaldið og þessar myndir það sem verið að leiða þá inn sem svona glæpamenn í járnum inn til að fá gæsluvarðhúskurinn að þá rauk upp salan og virðing Helgapóstsins mjög skrítið sko hvernig almenningur og hvernig stemmingin í samfélaginu og þetta var ágætis tími Halldór kendi mér ótrúlega mikið í blaðamennsku sko. Hann var duglegur og svona miskunnarlaus kennari að skrifa ykkur að grein og svo las hann hálfa setning og hvað hefur verið fyrir þér í þessu þannig ég þurfti að verja eiginlega sko grein einasta orð og maður gerir þetta náttúrulega ekki maður lendir ekki í vanda oft sko, þannig að maður bara passa sig þannig að það var mjög góður lærdómur en svo út af þessu velgengni að þá fór Helgapóstur hugsa hvað eftir að verða í framhaldinu og þá stækkaði blaðið út af meiri auglýsingum og hvernig getur við orðið virðulegri og þá var ráðið inn svona önnur tegunda blaðamennum þá kom hann frá Þjóðviljónum Óskar Guðmundsson og Helgi Már Arthursson sem góði maður kom sem var svona stjórnmálaskýrendur og þannig það breytti svolítið svona þetta var ekki bara blaðið eins og það var áður heldur alltaf að vera eitthvað og þetta og endaði svo bara einhvern stefnuleysi og ég fór svo yfir á DFF
sem að Jónas eiginlega bauð með vinnu, þannig ég var mjög fegin að því þetta var svona fókusleysi sem að tók við á Helgapóstunum og líka þessi sem ég fann sem var þessi svona löngun að ég vera fínn í staðinn fyrir að þú ert búin að gera eitthvað tildina vöru og hún bara gengur vel og þú átt inn svona hóp og svo færðu eitthvað smá velgengni og viðurkenningu að þá einhvern veginn viltu svona skiptum að fara í fínnapartí sem að mér fannst einhvern veginn ég átti erfitt með þetta og Deva var náttúrulega eins og bara venjulegt svona götublað og Jónas í miklu stuði á þessum árum var að breyta blaðinu og var frábær sko og Jónas reyndi sem náttúrulega rosalega vel, ég var svona augasteinninn hans sko og fekk eiginlega að gera hvað sem var og hann studdi mig öllu og reyndist mér alveg frábærlega vel, bæði þarna og bara alla tíð. Svo var mér búið að taka við á pressunni og einhvern tímann hafði ég verið í svona deilu við Jónas og þá hafði það verið þannig að það var eitthvað svona þessum spiltu pólitísku ráðningum og ég segi við Jónas, akkur eru við að skrifa akkur segi ekki bara satt akkur segi við ekki bara að Jón Jónsson hafi verið ráðinn bara út á flokkskjötunni sitt og hann er bara hefur ekkert í þetta starf að gera hann er bara ekkert í það að gera og hann mun eyðileggja þessa stofnun við bara kunnáttu geturleysi og þú veist kunnáttuleysi, geturleysi og bara það er ekki við þetta og þetta er bara mikilvæg stofnun við erum að hafa hana og þá sagði Jónas að við getum ekki látið eins og við gefum út blaðið út frá New York þú veist við erum að taka tillit til þess í hvaða rými við gefum blaðið af því að Deva far þannig að búið að fara svolítið svona stökk frá því að vera götublaðu með sameiningunni þá eru þeir að leita einhver svona sessi og ég man að einhvern tíma sagði Jónas sko að sumilegt er gott fyrir okkur að hafa Helgapóstinn því að þá eru við ekki slæmablaðið. Já, akkurat. Ok, svo var ég með þess að spóðið að taka við pressunni sem að Alþýðuflokkurinn hafði startað og ekki gengið vel og ég og Kristján Thorvaldsson voru ráðnisritstjórar og þá hugsa ég við svona gefa blaðið út eins og það gefa út frá New York þannig að við tökum bara ekki tilliti til hvernig það hefur verið gert heldur gefum þetta bara út eins og við viljum hafa þetta og Jón Óskar kom og gerði útlitið og forsíðan ef mannst, þú veit svo ungur að hún er eiginlega eins og New York Post forsíðan þannig að það var svona og það var svolítið svona riff í öllu sko og Hvernig höndlaði Íslands samfélag þetta? Sko máli var að við tókum við þessu og þetta var blað sem var alveg bara, ég held að við selst bara í því svona 1300 eintökum sko og ég hef með svona kenningu að því ég hef verið í svona lausasölu að þú getur gefið út svona blað og bara frængur þínar og fleiri að kaupa þegar þú gefið út ljóðabók, þú selur nörglega 200 eintökum, 200-500 svo ef þú fer svona aðeins ofar þá eru þannig en ef þú ferði yfir 2000 þá breykar og það er ekkert pláss frá 2000 upp í 10.000 og það gerðist á 3 vikum hjá okkur þannig við fórum í þetta og bara og sem svona láns og svona success þannig var pressan algjört fenómen en anduði sem kom á móti sko, og við vorum í sama rými og Alþýðublaðið og svo góði maður og fyrirverandi ritstjóri minn Ingólfur Margeirsson var ritstjóri Alþýðublaðsins og við tökum náttúrulega svona formið sem að hans kynslóð hafði búið til í gamla Helgapóstinum og ég vildi til þess hafa sko listapost af því að ég hefði lært það svolítið á Helgapóstinum að þú verður að hafa eitthvað sem að tekur upp hanska fyrir þig. Það er alltaf að segja djöfusins skýta upp snepill er þetta og þá segir þú já það er nú góð myndlistagagnrýni í þessu. Þetta er Playboy trikk sko. Það er nú góð viðtöl í því. Þetta er nú djöfusins sóla að þetta Playboy. Það er nú góð viðtöl. Þannig að þú verður eitthvað staður að hafa einhvern sem er til í að andmæla því þegar þeir hallmælt og við vorum með hérna góðan listapost en þess utan vorum við bara rock'n'roll og tókum raunverulega formið og bara breyttum því svolítið og Ingólfur var, hvað ætlið að gera? Hvað er það að gera? Og fannst þess að við værum bara eins og við erum að eyðileggja eitthvað en þú veist ekki eyðileggja sem hann bjó til heldur við myndum bara kalla yfir okkur svo mikil óþægindi að við myndum eyðileggja okkur og bara og skaða bara blaðamennskuna og allt saman en það sem við vorum að skrifa það var bara sára saklaus sko við vorum að skrifa Gallerí Fold-málið og við vorum að skrifa alls konar mál sem eru bara þetta bara saklaus fréttamál í dag sko en við okkur var stemt og þá var staðan svo að í blaðamannafélaginu síðanefnd og þar satt náttúrulega mokkafólkið og svona sem var þaulsetnast þar inni
og þau vildu bara drepa þetta, þannig að við vorum alveg sama, við vorum hérna þótti ótilvilegt framsetning og eitthvað svona og brota siðareglum og þá fór fólk bara í héraðsdóminn og við vorum dæmd bara alveg bang, 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 bang. Og það var ekki fyrir enn sko með hérna lögfestingu mannréttindasáttmálans þegar hann var settur inn í stjórnarskrána, ég held í 95 sem að þessu lindi. Tímabili svona frá 89 til 95 voru linnulaust verið að dæma blaðamenn út á suður fyrir að segja satt, í sömu tilfellum var sagt að þetta er allt saman rétt, en sko stríðsfyrirsögnarletur gefur ekki til eitthvað svona sem að dómara voru að tjá sig umbrot sko, sem að, og umbrot á pressunni það er selt á stórmörkuðum, að ef þú ætlar að selja það þá þarftu fólk að geta lesið það í 25 metra fjarlægð. Forsíðan er ekki sko yfirlýsingu hvað málið er mikilvægt, það er alltaf sama leturstarði, það er til þess að fólk geti lesið fyrir svona 25 metra fjarlægð. Eitthvað svona. Ef ég spyrði bara svona að lokum eftir öll þessi ári í blaðamennsku og svona, sérðu þið sjálf að þið fyrir þér núna í stjórnmálum? Sko, þetta tengist allt sko. Ég varð fyrir náttúrulega hérna þegar maður er í blaðamennsku fyrst og heldur maður geti breytt heiminum með því að segja satt að draga fram eitthvað, við höfum tekið alls konar dæmi, þú veist að gefa allir hópum rödd og svona, þú myndir geta haft góð áhrif á heiminn og það drífur okkur áfram hérna, og maður pröfar alls konar hluti, þú veist, vera mainstream og jaðar og allt þetta, en það er alltaf sem drífur maður áfram og meiri segja eftir að hérna hafa orðið fyrir svona svolítið áfalli hérna í kringur hrunið og þá reyni ég aftur í fréttatímanum og átta mig þá á því að sko að frekja auglýsenda og þeirra sem eiga peningana hefur bara margfaldast á við það sem áður var og mér fannst ég að upplifa svolítið að það væri ekki hægtar. En síðan er það það leyti þegar það er að renna fyrir mig þegar það er bara kipt fótunum undan auglýsingunum í aðdraganda kosninga og það eru kosningar í Bandaríkjunum og Trump vinnur að þá svona rennur upp fyrir mér þetta er bara blekking sko. Við getum ekkert breytt heiminum með því að sko við erum alltaf að bera fram réttar upplýsingar. Það breytir ekki neinu sko, því að þeir sem að raunverulega fara með völdin að þeir geta varið að hvernig heldur að fólk upplifir í dag hvort að umfjöllun Samherji hafi ykkur áhrif á Þorstein Má til þetta lengdar. Ég sem að spyrja Íslendinga þá er bara verið fæsti sem að trúa þetta að mun hafa einn áhrif og þetta bara rennur upp fyrir manni þetta er bara blekking raunverulega með því að halda áfram að trúa þessu, þá er ég bara að fóðra skrýmsli sko, því að þau hafa bara eitthvað svona leiðinda, litla andu þannig inn í kerfinu, en það breytir engu neitt. Eina leiðin til að breyta heiminum er að taka völdin af þeim. Þannig að hérna, ef ég er í stjórnmálum núna, þá er það bara blaðamæri sem er farin í stjórnmál, en það er ekki hægt að breyta þessu. Með öðrum hætti að taka völdin. Og það líka, finnst mér að hafa frelsa mig sem blaðamenn, því ég held áfram að vinna sem blaðamár og ég nota bara Facebook og alls konar hluti sem í blaðamennsku og hef verið með svona spjallþætti og eitthvað læra. Að eftir að sko, hérna, möguleikin á því að halda uppi sko, hérna, efnaðslegum grunni undir blaðamennskuna hrynur, að þá er okkur splæsað aftur fyrir þann tíma sko. Þá er okkur splæsað í, maður segir sko, aftur á 19. öld og hverju voru það sem stundu við blaðamenn sko 19. öld, það er fólk sem vildi breyta heiminum, það var bara, ég held að Einar Benediktsson gáði blaðið hérna og Jón Ólafsson og það var fólk sem bara og hérna Orwell og fleiri sem voru bara í blaðamennsku og voru ekkert að fela það hérna, hverði voru, ég ætla bara að nota blaðamennskuna og tækni blaðamennskunar til þess að breyta heiminum í stjórnmálabaráttu. Og mér finnst, og ég er ekkert eini blaðamæri í heiminum sem er að gera þetta, ég hérna, fylgist með, mér finnst hérna gaman að fylgjast með Matt Taibbi sem að skrifaði mikið fyrir Rolling Stones og því ég nefndi hérna heimildamyndina og hvernig ég til þess að horfa á hana, það endar svolítið á honum. Mér finnst gaman að fylgjast með honum hvernig hann er raunverulega að leita sér að stöðu, hvað get ég gert? Þegar að sko musterinn öllur hrunin, musteri gömlu blaðamennskunar og þau sem ennþá standa uppi hafa verið tekin yfir af sko ræningum. Hvað er ég að gera? Og hann er að reyna bara að búa sér til ykkur á blaðamennsku út á verangri og ég held að við séum ótrúlega margir sko gamlu blaðamenn sem er að því og ég bara vona sem flestir af okkur bara komi inn og fari bara í pólitík því að það er ekki hægt að reyna að gera endalaust rétta hluti inn í kolskökku kerfi. Látum það fara á lokaðurinn. Takk fyrir að komuna. Takk fyrir að við mér.
æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru auðvitað þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta og mig langar að biðja ykkur, það verið rosa vel þegið að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.